Það afar ánægjulegt að sjá ykkur svona mörg hérna í dag, fullt af nýjum andlitum. En eins og sjá kannski þá erum við með ansi mikið að græjum hérna og fundinum verður streymt á YouTube-rás Samtöku ferðaþjónustunnar. Þannig að ég vona að þið fyrirgefa okkur hérna standinn, en hann ætti ekki að trufla okkur neitt að ráði. Það ansi pökkuð dagskrá hjá okkur framundan. Ég ætla samt aðeins að leyfa mér að hnika til, þannig að við þurfum ekki að sitja við í allan þennan tíma, að þá tökum við smá pásu áður en pallborðið hefst. Þannig að þið náðu að standa upp, ná okkur í kaffibolla og pallborðið getur komið sér fyrir á meðan. Ég heiti Þuríður Aradóttir Brán og ég er forstöðukona Markaðsstofu Reykjaness. Ég ætla að vera fundarstjóri í dag og ætla að byrja á sjálfur mér. Fæ smá pláss í upphafi. Ég fekk úthlutað 20 mínútum en ég ætla bara rétt aðeins að fá að, keyra okkur inn í dagskrána. Þannig að ég hugsa að við hleypum Jóhannesi bara aðeins fyrr að, heldur en gert ráð fyrir. En það hefur ýmislegt verið á döfinni hjá okkur og margt hefur gerst hérna á Suðurnesjum í ferðaþjónustu og við erum komin á ótrúlega góðan stað að mörgu leyti. Og ég kannski fer aðeins inn á samstarfi að því við erum þessi samstarfsvettvangur fyrir svæðið. Þar sem að við viljum, og kannski þegar það kemur að fræðslu og þekkingu og þjálfun starfsmanna, þá erum við kannski ekki aðilinn sem er að fara að setja upp námskeiðin eða gera alla þessu hluti, en við viljum vera til staðar og við viljum tengja fólk og koma hlutunum í framkvæmd eins og hægt er. Og í þessu til dæmis þá sóttum við áhersluverkefni hjá sóknaráætlun sem var verið að samþykkja bara í síðustu viku í samstarfi MSS að efla og styrkja fræðslu í ferðaþjónustu, en við munum tilkynna það betur þegar að því kemur. En af hverju erum við að þessu? Jú, við erum með þessar áherslur til þess að gera staðinn og áningarstaðinn betri fyrir gestina okkar, en ekki síður erum við í rauninni að búa til áhugaverða stað til að búa á. Allt sem við gerum og byggjum upp og stuðlum að og þessi jákvæða orka sem kemur frá okkur í ferðaþjónustunni, hún smitast út í allt samfélagið og fólk hefur kannski meiri áhuga á að búa hér sömuleiðis. En eins og stendur þarna, þá er eitt af áhersluverkefnunum okkar mannauðurinn, fræðslan og þekkingin. Af hverju erum við að þessu? Jú, við viljum fá ferðamann til okkar. Við búum á þannig svæði að við erum með Keflavíkurflugvöll og það horfa mjög margir til þess. Þeir eru með Keflavíkurflugvöll þá þurfum við ekkert meiri peningar til þess að gera eitthvað annað. Af því að flugvöllurinn gefur ykkur eitthvað svo mikið. En jú, vissulega gera þetta risa. En svo erum við líka með áfangastað þar sem við viljum fá gestina til að stoppa lengur, dvelja lengur og eyða peningum. Og við viljum náttúrulega bara hjálpa þeim við það. Að þið gerir það vel, þeir sjá ekki eftir því og viljum bara koma aftur og mæla með okkur. Og fyrir atvinnulífið þá náttúrulega erum við að reyna að skapa tækifæri. Tækifæri til þess að gera betur, gera meira og þannig að fyrirtækin hafi tök á því að vaxa og dafna. Og síðan náttúrulega þegar kemur að svæðinu þá er það sveitarfélögin. Við þurfum að byggja upp þannan sjálfbæra áfangastað þar sem að hagkerfið gengur vel, við erum að fá tekjur inn á svæðið, við erum að byggja upp og við erum að búa til jákvæða upplifun, bæði fyrir gestinn og eins fyrir íbúana. Og þá komum við að því að við erum í rauninni saman að byggja upp þetta stóra vörumerki eða áfangastæðin Reykjaness, að því allt sem við sendum frá okkur og það sem við gerum í markaðssetningu kemur frá ykkur. Það kemur frá fyrirtækjunum, það kemur frá sveitarfélögunum og það kemur frá stofnunum á svæðinu. Hver við erum, hvað við erum að bjóða upp á og hvert við viljum fara. Þannig að jákvætt ásporð og umtal og við viljum styrkja okkur innanfrá. Með því að byggja upp þekkingu og færni, styðja við starfsfólki okkar
Þannig að þau séu þessi talsmenn og talsmenn fyrir svæðið. Starfsmennirnir í framlínunni fólki sem hitti gestina okkar og í rauninni byggir upp þessar væntingar kannski og framkvæmir hlutina sem við erum að tala En við tölum aðeins tölur. Þegar ég byrjaði að vinna 2013, 2014, þá voru meðalgistinótt á svæðinu 1,3 og það svona eitt af þeim viðmiðum sem við höfum til að sjá hvort að fólk sé að dvelja á svæðinu að því fyrir hverja eina nótt í viðbót sem þau gista þá þurfa þau auka þjónustu. Þetta eru nýjustu tölurnar fyrir og eftir COVID. 2021 þá jókst sem sagt gestafjöldi inn á svæðið úr 54% í 75% sem alveg risastökk. En við vitum ekki nákvæmlega hvort það af því að gesturinn vissi, það voru jafnmargir spurðir, hvort að gesturinn vissi að hann væri að fara á Reykjanesið eða hvort hann væri bara raunverulega að koma hingað af því að hann ætlaði alltaf að gera það. Eftir gos þá hefur þessi samsetning breyst. Við erum ekki lengur bara fyrsta og síðasta stopp og plan B ef að veðrið ekki nógu gott annars staðar á landinu. Þeir ætla að koma hingað, þeir ætla að gista á Reykjanesi og þetta eitthvað sem við erum búnir að ákveða áður við komum til landsins og það var ekki áður. Þannig að núna erum við allt í orðin þessi áfangastaður sem við getum farið að þróa áfram og hjálpa gestunum okkar að finna meira að gera og finna þjónustu, hjálpa þeim að finna þjónustu og annað. Ég veit ekki, það mikil ásókn inn á svæði hjá okkur greinilega þarna í kringum gosið. Þannig að meðal gistinóttin fór niður í 0,7. Þannig að gestirnir sem komu hingað voru ekki einu sinni að gista eina nótt. Þannig að við höfum náð ótrúlega miklum árangri bara á þessu eina ári sem alltaf gerist ekki bara yfir nótt. Þetta eitthvað sem við byggjum upp og gerum saman. Gestunum fækkaði miðað við þessar talningar en gistinóttum fjölgaði. Þannig að mögulega erum við að fá miklu meira út af þeim gestum sem við erum að fá í heimsókn. Og þetta klárlega ykkur að þakka þeim sem eru að þjónusta gestin okkar af því að þeir eru tilbúnir að koma aftur og gera meira. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra hjá mér. Ég vildi gjarnan gefa gestunum okkar tækifæri á að koma upp og vera með sín erindi. En þetta mantran okkar og ég vona að þið takja hana bara til ykkar og vinnið með hana með okkur. Að Reykjanesið lífæð landsins þar sem ægifegurð fylgir þig hvert fótmál. Og það hefur svolítið sannað sig bara með lokun Reykjanesbrautina að það ákveðin lífæð inn í landið. En það breytir því ekki að við erum risastór þáttur í efnahagslífi landsins og getum gert góða hluti. Mér leiði þakka fyrir mig, þá ætla ég að biðja hann Jóhannes Þór Skúlason frá Samtökum ferðaþjónustunnar að koma í pontið. Komið sæl, gaman að fá að vera með ykkur. Ég líka stjórna útsendingunni, ég ætla að leyfa bara þessu að fara yfir á glærarnar mínar fyrir þá sem eru að horfa og láta það svo bara vera þar, það miklu skemmtilega að horfa á það heldur mig. Ég heiti Jóhannes Þór frá Samtökum ferðaþjónustunnar og við höfum undirbúið þessa fundaferð landið ásamt Hæfnisetrinu og markaðsstofunum, áfangastofustofunum allt land. Það búið að vera algjörlega frábært að finna það hvaða mikill og góður taktur í fólki það að efla fagmennsku og gæði því að þetta eitt af því sem við sjáum í öllu að við þurfum að ýta mjög mikið undir og það heilmikið verk óunnið bæði hjá stjórnvöldum, okkur hjá samtökunum og ykkur í fyrirtækjum. Þetta bara töluvert miklar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir varðandi þetta núna og skiptir þess vegna máli að við reynum að ýta undir það í rauninni alls staðar það sem við getum.
Ég ætla að renna yfir hérna svona nokkrar glærur fyrst smátölfræði og svona hvernig þetta lítur allt saman út og síðan ætla ég að renna yfir niðurstöður og könnun sem við höfum verið að gera varðandi færniþörf í ferðaþjónustu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum og hvernig niðurstöðurnar, svona helstu niðurstöður koma út úr því. Og bara til að setja þetta í samhengi að þá útflutningsverðmæti ferðaþjónustunnar 448 milljarðar á síðasta ári. Í rauninni ótrúleg tala með það sem á undan gengið, við farið svakalega hratt upp og eins og þið sjáið þá á bláu línunni þá nálgast mjög hratt það sem hún var fyrir COVID og þetta endurspeglast í gistinóttunum sem hafa aldrei verið fleiri árinu 2022 á landinu öllu og hérna eins og þið sáu hérna áðan þá hérna endurspeglast það hér á þessu svæði eins og annars staðar. Viðspyrnan sem við höfum verið að bíða eftir, hún vissulega hafin af gríðarlegum krafti, eftirspurnin svakaleg eins og þið þekkið, en ég hef verið að leggja áherslu á það við alla sem við tölum við, hvort sem það eru fjölmiðlamenn eða stjórnmálamenn eða embættismenn, að afkastagetan, manneklan og húsnæðisvandinn og fleira að setja okkur stól fyrir dyrnar til þess að geta mögulega annað allri þessari eftirspurn. Og þar náttúrulega manneklan eitt af því sem við höfum verið að ræða hvað mest, vegna þess að þar erum við í samkeppni við Evrópska efnahagssvæðið, þar sem við erum í rauninni í enn meiri samkeppni heldur en fyrir faraldurinn, því að til dæmis í júlí í fyrra þá sendu European Travel Council, World Travel Council Evrópusambandinu viðvörun það að það væri 10. hvert starf í Evrópu ferðaþjónustustarf og 1/10 af þeim væru laus. Það að segja það vantaði 10% af fólki í ferðaþjónustu á EES-svæðinu eða í Evrópusambandinu. Á sama tíma var þetta 8,1% hér sem var laust og minnkaði niður í 4,3% sumarið, en það eru samt sem áður 4,3%. Við höfum séð núna nýlegar tölur koma út sem sýna að atvinnuleysi minnka í ferðaþjónustutengdum greinum, en þá vaknar spurningin, erum við að fá fólkið sem okkur vantar með þá hæfni og skilsett sem okkur vantar? Og hversu erfitt að fá það, hversu mikið þurfum við að borga yfir töxtum til þess að geta fengið þetta fólk og svo framvegis. Þannig að, og svo náttúrulega ekki síður, getum við komið í fyrir einhvers staðar í húsnæði þegar við höfum náð að ráða í vinnu. Mér langar að bara benda á að þessi gögn sem ég með, þau eru að stórum hluta birt á vefsíðunni ferðagögn.is sem við birtum núna í mars. Ferðagögn.is, þar hægt að skoða ýmsar tölur ferðaþjónustu niður á alveg niður á sveitarfélög og landshluta. Þannig ef ykkur langar að fræðast meira það hvaða hlut ferðaþjónustan hefur í hagkerfinu á Reykjanesi eða jafnvel bara niður á Reykjanesbæ eða önnur sveitarfélög hér, að þá hægt að gera það þarna, bæði fjölda fólks sem starfar í greininni, hlutfall atvinnutekna af öllu landinu, fjölda fyrirtækja í ákveðnum greinum, afkomu þeirra og svo framvegis. Þetta getur verið ágætt fyrir sveitarfélög og kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum að kynna sér líka og fyrir ykkur til að hafa sem grunn að samtali við fólkið sem að vinna fyrir ykkur í sveitarstjórnunum. Vegna þess að oft á tíðum þá höfum við komist að því að fólki í sveitarstjórnunum það þekkir ekki þessar tölur, það þekkir ekki hversu miklu máli þessi atvinnugrein skiptir í þeirra heimabyggð og það hefur síðan áhrif á ákvarðanir og atvinnustefnu og fleira inn í framtíð. Þannig að það skiptir töluvert miklu máli og það einu ástæðan fyrir því að við fórum að taka þetta saman. Gögnin á vefnum eru að stórum hluta frá 2019 því að það síðasta árið sem við höfum heilt til að miða við sem eðlilegt. En síðan áætlað að uppfæra þetta núna í vor og sumar miðað við árið 2022 og þar eftir þess að alveg alltaf á hverju ári. Þannig að þá munum við eiga í rauninni þessa þróun fram í tíma. Gistinætur á hótelum á Suðurnesjum hafa aðeins einu sinni verið fleiri heldur en í fyrra og þetta náttúrulega mjög mikilvæg þróun sem við sjáum þarna hér á svæðinu. Þá það sama að eiga sér stað eins og annars staðar á landinu. Þetta að rjúka upp aftur í áttina því sem það var og hlutfall Suðurnesja á gistinóttum á hótelum á landsvísu 8,4%. Það verður að teljast bara ágætis hlutfall og hefur farið hækkandi og ég held að í samræmi við það sem þurfa að segja þá held ég við getum alveg búist við því að það hefði orðið hér ákveðin breyting á síðustu 2 árum
sem að þýðir að þetta svæði eigi töluvert svona mikið inni og eigi töluvert tækifæri. Það sama að segja herbergjanýtingu. Þetta bara svona segir ákveðna sögu það að svæði það að ná sér mjög hratt á strik, alveg eins og önnur svæði á landinu, eða svona flestöll svæði á landinu. Þannig og þetta skiptir máli átta sig á þessu vegna þess að þessi tækifæri að þau leynast ansi víða hér, bara eins og við þekkjum. Og atvinnutekjur af ferðaþjónustu mynda auðvitað tekjustofn sveitarfélaga til framtíðar og til þess að ná markmiðum ferðaþjónustunnar þá öflug atvinnustefna sveitarfélaganna lykilatriði. Og þetta eitt af því sem við höfum verið að leggja áherslu á í okkar starfi hjá samtökunum að reyna að vekja athygli stjórnvalda á því hvað skiptir miklu máli að plana inn í framtíðina og gera það á skynsaman máta, setja sér markmið og setja síðan aðgerðaáætlun til að ná þeim markmið. Við erum oft á tíðum mjög góð í því að setja okkur markmið Íslendingar á ýmsan máta, en við erum iðulega mjög slök í því að setja okkur einhverja tímasetta, setta aðgerðaáætlun til þess að ná því markmiði. Þannig að stefnumótun, hún lendir oft bara ofan í skúffu, bara alveg eins og áætlunin að fara í ræktina eftir jólin. Og þetta eitthvað sem við erum til að vinna að núna með ráðuneyti ferðamála, að setja upp vinnu við aðgerðaáætlun til 2030 og erum að reyna að sjá til þess að hún verði til þess að við náum markmiðum stefnurammans sem var sett í 2019 og uppfærður í fyrra. Þetta á eins við hjá sveitarfélagunum vegna þess að eitt af því sem þið þurfið að spyrja ykkur og í samhengi við það sem þið eruð að gera í fyrirtækjunum, að það að spyrja kjörnu fulltrúan ykkar á sveitarfélagum hvað eru þið að gera til þess að byggja hér upp? Vitið þið hvernig áhrif þessi atvinnugrein hefur á samfélagið hér í kring? Hvað hún gæti haft á samfélagið? Eru þið að horfa til þess að ýta undir ákveðna þætti sem geta haft jákvæð áhrif á samfélagin hérna? Og svo framvegis. Vegna þess að aukin gæði og aukin stuðningu sveitarfélagana og þar með aukin gæði og hæfni sem fyrirtækin geta byggt upp, vöruþróun og þjónustu á annað, það þýðir að það verður aukin verðmæta og gjaldeyrissköpun hér á svæðinu. Verðmætasköpun hér á svæðinu, hún skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli vegna þess að það skilar sér í aukinni atvinnuþátttöku, það skilar sér í betri lífskjörum og betri lífsgæðum fyrir fólkið á staðnum sem að síðan líklegra til þess að draga að sér íbúa sem að vilja stofna fyrirtæki og halda þeim sem eru á svæðinu við gangandi. Og ef við skoðum aðeins tölunar hérna, þá sjáum við að launagreiðslur í ferðaþjónustu voru 15,8 milljarðar og launagreiðslur alls 180,1 milljarðar árið 2022. Og ef við skoðum hlut Suðurnes, þannig sjáum við í bláa súlan hlutur ferðaþjónustu af heildaratvinnutekjum á Suðurnesjum, þetta stendur þetta bara Suðurnes. Hann 25%. Þannig að það 25% launþega á þessu svæði fá tekjur af ferðaþjónustu. Fjórðungur. Það óbóðslega hátt hlutfall. Og þess vegna ættu kjörnir fulltrúar hér á svæðinu að vera að horfa mjög stíft á það hvernig þið geta farið að því að ýta undir þetta, vegna þess að það þýðir ekki að horfa bara, já, þetta náttúrulega bara flugvöllurinn. Nei, þetta ekki bara flugvöllurinn. Hann auðvitað sterkur og ýtir undir það alltaf mikið fólki sem vinnur þar, en hvað hægt að búa til í kringum hann? Fyrir því toppfæri að búa til þjónustu vegna þess að allir ferðamenn nánast á landinu koma til ykkar fyrst og fara hérna. Þannig að tækifærin hér að mörguleyti annars konar og jafnvel betri heldur en margar annars staðar á landinu. En það þarf að plana það til framtíðar. Atvinnutekjur Suðurnesja ferðaþjónustu eru 17% af tekjum í ferðaþjónustu á öllu landinu. Og við sjáum þetta áfram að þetta langstærsti þátturinn hér í Reykjanesbæ og þar náttúrulega kemur flugvöllurinn inn. En sjáum við til dæmis hérna í Suðurnesjabæ og í Grindavík að það hefur oft verið talað það að þegar við sjáum þetta svona 7% og 10,4% þá virðist þetta kannski ekki vera mjög háar tölur. En þegar við horfum á þetta, hlutur ferðaþjónustu tekna í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu almennt í kringum 8 til 12%, 12% í Garðabæ, 10% í Reykjavík og Seltjarnarnesi til dæmis, 8% í Mosfellsbæ.
þá þetta bara á mjög svipuðum slóðum. Þannig að þarna hlutur ferðaþjónustu í hagkerfunum, þessum litlu hagkerfum, við horfum á hvert sveitarfélag sem lítið hagkerfi, þá hann í rauninni alveg sambærilegur við stóru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Og það eitthvað sem skiptir máli að gera sér grein fyrir það. Ef við rifjum upp það sem ég sagði áðan, að 10 hvert starf í Evrópusambandinu ferðaþjónustustarf. 10% Suðurnesjabæ. Þannig að þetta ansi mikið. Þannig að þetta í rauninni, það sem kemur út úr þessum tölum þegar við förum að skoða þær, að við sjáum að ferðaþjónustan í rauninni orðin sterk allt land. Hún að skila frá 4 og upp í 12% almennt og svo töluvert herra hér og að hluta til á höfuðborgarsvæðinu eftir því hvernig við mælum það. En þetta ansi merkilega tölur þegar við skoðum þetta og það sem þetta segir okkur það, ef við kíkið á þennan veg og þannig þessar samanburðar tölur á atvinnutekjunum, að 33% af atvinnutekjum í Reykjanesbæ af ferðaþjónustu, 24% í Suðurnesjabæ, 14% í sveitarfélaginu Vogum og 15% í Grindavík. Þannig að ferðaþjónusta hér bara mjög sterkur atvinnuvegur, mjög sterkur. Og í rauninni þetta eitt sterkasta svæðið á landinu þegar við horfum á þetta út frá þessu sjónarmiði. Og það segir okkur að það heilmikil tækifæri framundan, en eitt af því sem þarf að gerast til þess að við getum nýtt þau tækifæri það að við þurfum að ýta undir þekkingu, hæfni og gæði, vöruþróun og nýsköpun í grunni. Og ef við horfum á það sem við erum að fjalla á þessum fundi hér, þá settum við saman, það að segja Samtök atvinnulífsins gerðu könnun fyrir menntadaginn núna, þar sem að stjórnendur í ferðaþjónustu, stjórnendur í atvinnulíf almennt voru spurðir hæfni og færniþörf inn í framtíðina, hvort að menntakerfið gæti annað því sem það vantaði og svo framvegis. Og beðnir að horfa inn í næstu 5 ár. Við tókum þessa könnun síðan, settum hana upp á okkar eigin bara svona Google-könnun og erum búin að vera að senda þetta út á ferðaþjónustu stjórnendur til þess að fá víðara mengi í ferðaþjónustunni. Og það það niðurstöðu sem við erum hér. Og þá kemur það niður að 52% stjórnenda fyrirtæki ferðaþjónustu telja skortur á starfsfólki muni koma til með að standa í vegi fyrir vexti þeirra á næstu 5 ár. Helmingur, rúmlega helmingur, allar stjórnenda ferðaþjónustu telja að þetta muni hamla vexti fyrirtækjanna. Það verulega alvarlegt. Og þegar við skoðum þetta í heild sinni, þá sjáum við þetta svona að stjórnendur að segja að það vanti fólk með iðnmenntun og aðra sérfræðiþekkingu fyrst og fremst, minnst að fólki með háskólamenntun. Og þetta kemur aðeins öðruvísi hérna út heldur en þegar að Samtök atvinnulífsins gerðu þetta vegna þess að þá voru í úrtökinu ferðaþjónustufyrirtækin þar voru svona frekar stærri, meðalstór og stór fyrirtæki. Þá var háskólamenntunin miklu hærra á blaði. Því þar eru fyrirtæki sem eru komið meiri sérhæfingu innan hús og eiga meiri möguleika á að stækka þannig. Hér erum við kannski með miklu meira af litlu fyrirtækjunum og svona minni meðalstórum upp í meðalstór fyrirtæki. Og þá sjáum við það að annað sem þau eru að sækjast eftir. En það sem að gerir sammerkt út úr þessum báðum könnunum, alveg sama hvorum megin við lítum á það, það að menn voru sammála það í báðum könnunum að innan við þriðjungur stjórnenda í ferðaþjónustu telur að menntakerfið komi til með að uppfylla færniþörfina á næstu 5 árum. Og það líka verulega alvarlega niðurstöður. Og það sem enn alvarlega það að við sjáum kannski ekki neitt óbóðslega sterk merki þess að það sé stefna eða vilji eða áætlanir að breyta því sem þarf að breyta hratt. Það vissulega verið að vinna ýmis verkefni eins og koma á fót námsbraut í ferðaþjónustu. Við erum með hitt og þetta sem að gerast, það gerist óbóðslega hægt og það okkar svona upplifun á síðustu 2 árum, það sé tiltölulega flókið að koma stjórnkerfinu í skilningum hvað þurfum við að gera. Það skilja allir þetta með þjónana og kokkana, en það erfiðara að fá fólk til þess að skilja þörfina í öðrum greinum. Bara það þegar ég segi, já það vantar rútubílstjóra, já hvað heldur það taki langan tíma? Já, þeir eru frekar að hætta bara til dæmis að því að þeir nenni ekki að afplána einhverja endurmenntun aftur og aftur
sem þið finnst engin tilgangur í. Nú, já, eigum við að ræða það, hvort það er að breyta því eitthvað? Nei, þetta er svolítið svona samtök, sko. Þannig að það er svona ýmislegt í þessu sem að við höfum áhyggjur af að muni ekki gerast mjög hratt. Þörfinni hefur verið mætt, fyrst og fremst með aðfluttu starfsfólki, og þetta þekkjum við. Við vorum fyrir faraldur með þriðjung fólks í greininni sem að var aðflutt starfsfólk, erlendu bergi brotið, en núna erum við að sjá samkvæmt könnun Ferðamálastofu að það sé 40%, þannig að það hefur aðeins hækkað og það kemur okkur ekki á óvart í rauninni. Það er svona í samræmi með það sem við áttum von á þegar við sjáum Íslendingar að flykkjast í störf hjá hinu opinbera og koma hægt tilbaka. Og það sem við þurfum að horfa til svona í heildarsamhenginu, þá er það þetta skortur á mannauði má ekki standa í veg fyrir því að við vöxum á döfnum. Vegna þess að það þýðir að við fáum minni verðmæti á gjaldeyrisskapur bara bæði inn í að það stendur fyrirtækjunum fyrir þrifum, þá er líka minni arðsemi að ferðaþjónustu fyrir samfélagið og ríkið. Þannig að þarna eru töluverðar áskoranir sem að þarf að fara í til þess að styðja við ykkur í fyrirtækjunum, til þess að þið getið í rauninni fengið það starfsfólk með þá hæfni og færni sem að þið þurfið á að halda. Þannig að það er ansi svona mismikið sem að hefur gerst varðandi gæði, að þetta talar náttúrulega beint inn í gæðin hjá okkur í greininni, ekki? Eitt af því sem að við og náttúrulega aðrir í Evrópu er að glíma við núna er það með því að það verður spekileiki úr greininni, að þá missum við þekkingu og reynslu sem að, eins og segi, kemur hægt tilbaka í Íslendingunum, og ofan á það er það að gerast að við erum kannski fátöluvert annan hóp af starfsfólki núna til okkar heldur en var fyrir COVID með ýmsum ástæðum, samfélagslegum njálfunni og fleiru. Þannig að niðurstaðan svona núna er að það er 61% stjórnenda sem að telja að gæðum sé ábótavant. En kannski góðu fréttirnar eru það að þegar það telja eiginlega allir að það sé hægt að auka gæðin. Og það sem fólk nefnir í því samhengi er þetta, það er uppbygging innviða, og innviði þarna er í afar víðu samhengi, ekki bara vegir og brýr og göngustígar, heldur líka náttúrulega bara hótel og ýmislegir svona þjónustu innviðir. Við erum líka með aukna menntun og fræðslu þarna, nánast jafnsett. Þannig að það gera allir sér grein fyrir því að þetta er það sem að við þurfum á að halda. Og það er mjög gott og nú þurfum við í rauninni bara að koma því áfram til þeirra sem að þurfa að hjálpa okkur að byggja upp það system. En þetta gerist ekki bara hjá stjórnvöldum, þetta þarf að gerast líka í fyrirtækjunum og það er meðal annars þess vegna sem við erum að, ég veit ekki af hverju þetta gerist. Það er meðal annars þess vegna sem að við erum náttúrulega að halda þessa fundi og að ýta undir það að fyrirtækin fara að hugsa þetta meira. Ég held að vitundin og okkar upplifunar vitundin er mjög mikil. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en hvet ykkur til þess að nýta ykkur bæði þjónustuna hjá okkur ef þið eruð aðilar, ef ekki þá bara saf.is/aðild, það er þetta að kíkja á hvað við bjóðum upp á, eða bara hringja ykkur og spyrja. En svo hveti ykkur sérstaklega til þess að hafa samband við Hæfnisetrið og fá bara smá spjall um það hvað þau geta hjálpað ykkur með, hvort sem að það er greining á því sem ykkur vantar eða þjónusta við að hjálpa ykkur við að setja það upp. Takk. Ég held að draugurinn í kerfinu sé bara að láta þið vita að tíminn var búinn, sko. Þannig að næst á dagskrá er Hæfnisetrið. Það eru Margrét Wendt og Valdís Steingrímsdóttir sem ætla að vera með innlegg þeirra þjónustu og aðkomu í því. Já. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og blessuð. Ég er Valdís og er starfsmaður hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar og með mér er Margrét. Þú voru að standa okkur að mæknum, þannig að nefnir þið.
ok? Svona. Og við ætlum svona í stuttumáli að segja ykkur hvað Hæfnisetrið gerir, en líka hvað þjónustu Hæfnisetrið getur veitt ykkur. Já, gaman að sjá ykkur hérna. Heyrið ykkur örugglega? Jú, svona flott. Hæfnisetrið hefur verið til síðan 2017 og það fjármagnað af menningar- og viðskiptaráðuneytinu sem þýðir að öll okkar verkfæratól og öll okkar þjónusta þau eru ykkur alveg að kostnaðarlausu og öllum opin til afnota. Í svona grófum dráttum þá má segja að við hjá Hæfnisetrinu gerum þrennt. Við búum til fræðslu og stuðningsefni fyrir starfsfólk og stjórnendur í ferðaþjónustu. Við veitum stjórnendum í ferðaþjónustu ráðgjöf og stuðning. Og svo erum við líka að vinna að þróun námslínu fyrir ferðaþjónustu og gerum það í samvinnu við atvinnulífið, fræðsluaðila, framhaldsskóla og háskóla. Og allt þetta gert með það markmiði að efla fræðslu og þjálfun til að auka hæfni og gæði íslenskrar ferðaþjónustu. Því með því að leggja áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun ykkar starfsfólks, það getur aukið hæfni þess til þess að sem að þýðir það aftur að það verður öruggara í starfi og þjónustugæðin aukast og þar með eykst ánægja bæði starfsfólks og gesta. Það gefur ykkur þá, fyrirtækjunum ykkar þá samkeppnisforskot, bæði í samkeppni viðskiptavini en líka hæft og gott starfsfólk og allt þetta eykur auðvitað líka arðsemi fyrirtækis ykkar. Nú, seint á síðasta ári þá var send út könnun til ferðaþjónustu aðila hérna á Reykjanesi og það var spurt helstu áskoranir þegar kæmi að þjónustu og starfsmannamálum. Og það voru töluvert margir sem að veltu fyrir sér í þeirri könnun hvernig getum við veitt framúrskarandi þjónustu. Nú, til að veita framúrskarandi þjónustu þá þurfa fyrirtæki að velta fyrir sér og ákveða hvernig þjónustu viljum við veita og þeir verða líka að sjá til þess að starfsfólki þeirra sé upplýst það og viti til hvers ætlast af þeim. Ef við viljum vera framúrskarandi, þá verðum við að gefa okkur tíma til að fara yfir alla þá þætti sem skipta máli og áður en að nýtt starfsfólk hefur störf. Við skulum líka hvetja starfsfólkið okkar til samtals hvað má betur fara og koma með lausnir vegna þess að lausnamiðað starfsfólk jú lykillinn að góðri þjónustu. Og góð þjálfun nýlega skiptir þar öllu máli. Í könnun sem var gerð meðal fyrirtækja á almennum vinnumarkaði þá kom fram að 3/4 fyrirtækja skortir skipulagt nýliðunarþjálfunarferli en þau fyrirtæki sem eru með gott nýliðunarþjálfunarferli þau greiddu margfalt á því. Við sjáum til dæmis að framleiðni þeirra alltaf 70% meiri, starfsmannavelta 50% minni, helgun starfsfólks 33% meiri og svo að auki þá drógu til líka rekstrakostnaði fyrirtækjanna. Og til þess að hjálpa fyrirtækjum í ferðaþjónustu að setja upp markvissa nýliðaþjálfun þá settum við í lofti þetta verkfæri. Þið sjáu hér skjáskot af verkfærin okkar á vefnum hæfni.is og þetta verkfæri skiptist í tvennt. Það annars vegar stuðningsefni fyrir stjórnendur sem auðveldar þeim að setja upp móttökuferli fyrir nýliða, til dæmis með gátlista hvað þarf að gera áður en að starfsmaðurinn kemur, hvað þarf að gerast fyrsta daginn og hvað tekur við. Og hins vegar erum við með fræðsluefni fyrir þá nýliðana sem nýtist til þess að þjálfa þá í starfi. Og það efni almennt, það ekkert of ítarlegt en tekur mjög mörgum mikilvægum þáttum. Fræðsluefni skiptist í 4 flokka, það þrif, veitingar, samskipti og gestrisni og öryggi. Og annað verkfæri sem auðveldar ykkur að þjálfa nýtt starfsfólk, það upplýsingavefurinn goodtoKnow.is. Þetta vefur fyrir nýtt starfsfólk í framlínustörfum ferðaþjónustunnar. Vefurinn bæði á íslensku og ensku og nýtist hann bæði íslensku og erlendu starfsfólki. Á vefnum má finna ýmsar upplýsingar áfangastaðir allt land og hvað aðdráttarafl það upplýsingar samgöngur, veður og dagsbirtu, mikilvægar öryggisupplýsingar og svo erum við líka með gagnlega tengla. Það raun þar sem að starfsfólk getur þá nálgast við ítarlegri upplýsinga málefnin. Það voru ýmsir aðilar sem komu að því að vinna efnið inn á vefnum, til dæmis Ferðamálastofa, Markaðstofunnar, Safe Travel, ASÍ, upplýsingamiðstöðvar og svo fengum við líka stjórnendur og starfsfólk í ferðaþjónustu til þess að prófa þennan vef með okkur.
Nú, í þessari könnun þá kom líka fram að stjórnendur áttu mjög erfitt með að finna tíma fyrir fræðslu og þjálfun. Orðið tímaskortur var mjög algengt svar. Það alltaf farsælla að gefa sér nokkra klukkustundir í þjálfun áður en að nýtt starfsfólk hefur störf, jafnvel bara að ráða starfsfólkið inn deginum áður en að raunverulega á að byrja. Því ef við gefum okkur ekki tíma til að þjálfa starfsfólkið okkar í byrjun, þá getur það bara tekið marga klukkutíma að slökkva elda á næstu viku. Ég ætla að segja ykkur sögu sem að ungur maður sagði mér. Hann var ráðinn til starfa í móttöku á hóteli og hann var aðallega ráðinn vegna þess að hann talaði þó nokkur tungumál. Á fyrsta degi þá var hann kennt á kerfið. Hún var kennt að innrita gesti, tékka þá út, gera reikninga og þess háttar. Og þegar það var búið, þá bara taldi hans yfirmaður að nú væri hann bara fullfær að sinna sínu starfi. En það bara kom annað á daginn. Það var náttúrulega bara ýmislegt sem að kom í ljós, sem að skipti máli, til dæmis eins og bara ýmsar þarfir og spurningar gesta. Gestir voru til dæmis að spyrja nærumhverfið, þjónustu á svæðinu, færð og veður, Ísland og ýmislegt þannig. Og honum fannst hann allt og oft standa á gati og ekki geta svarað almennilega. Og hann vissi heldur ekki hvar hann gat leitað að svörum. Þannig að hann sagði mér að eftir smá tíma þá hreinlega kveið hann fyrir því að mæti vinnuna. Af því að honum fannst svo erfitt að geta ekki þjónustað gestina, veitt þeim góða þjónustu og hann vissi heldur ekki hvar hann gat leitað að þessum upplýsingum. Þannig að hann sagði að bara eftir nokkrar vikur þá ákvað hann bara að hætta vegna þess að honum fannst þetta svo erfitt. Og jú, við vitum jo öll að það mjög erfitt og dýrt að ráða og þjálfa nýtt starfsfólk. Þá spurningin kannski svolítið, hvernig getum við þjálfað nýliða á sem styðstum tíma? Og Margrét, hún ætlar að sýna okkur núna dæmi nýliðaþjálfun sem að þarf ekki að taka meira heldur 2-3 klukkutíma. Já, við erum með ýmis verkfæri og tól og með þeim hægt að byggja grunn að svona þjálfunarplani og aðlaga það að hverju fyrirtæki og auðvitað líka af mismunandi störfum. Hér sjáum við til dæmis dæmi þjálfun fyrir starfsfólk í veitingum. Hér á vinstri höndinni fræðsluefni úr verkfærinu okkar nýliðaþjálfun fyrir þá þjónustu og veitingar. Það farið yfir ýmsa þætti, svo sem hvernig þjóna til borðs, það útskýrt í 9 skrefum og líka hvað ber að hafa í huga við samskipti við gesti, hvernig tekur maður móti kvörtunum og ýmislegt fleira. Og svo hérna á hægri hliðinni alls konar önnur tól sem hægt að nýta líka til þess að byggja ofan á þetta þjálfunarplan. Það til dæmis hægt að nýta Tipsy-myndbönd. Á tipsy.com þar að finna fjölmörg ókeypis fræðslumyndbönd fyrir starfsfólki í ferðaþjónustu og það eina sem maður þarf að gera það bara búa sér til aðgang. Fyrir starfsfólk á sviði þjónustu og veitinga til dæmis námskeið eins og grunnatriði í upplifun gesta, vín 101 fyrir þjóna, myndböndum líkamstjáningu og bara margt fleira. Og hvert námskeið samanstendur af nokkrum stuttum myndböndum sem yfirleitt ekkert lengri en 5 mínútur. Og þessi myndbönd getur nýst bara mjög vel í nýliðaþjálfun. Og síðan erum við ekki á Hæfnisetrinu með ýmis önnur verkfæri sem getur gagnast eins og þeim fagurlisti fyrir þjóna eða upplýsingavefurinn goodtoknow.is sem ég var að kynna fyrir ykkur áðan. Og svo getum við líka aðstoða ykkur við að finna námskeið. Á vefnum okkar þá erum við með lista yfir námskeið sem að tengjast ferðaþjónustu. Auðvitað þarf síðan alltaf einhver verkleg þjálfun að eiga sér stað. En fyrir utan hana þá þarf svona grunnþjálfun eins og Valdís sagði ekkert að taka neitt lengri tíma heldur en kannski bara 2,5 tíma. Já, svo þetta alltaf spurningin fjármagn. Hvernig fjármögnum við fræðslu og þjálfun? Allt efni frá Hæfnisetrinu einhverja kostnaðarlausu.
En ef þið þurfið að kaupa námskeið, eins og til dæmis bara skyndihjálp eða þjónustunámskeið eða eitthvað slíkt, þá alltaf hægt að fá endurgreiðslu frá starfsmenntasjóðunum. Þið getið fengið alltaf 90% endurgreitt af hverju einasta námskeið sem þið haldið, allt upp í 3 milljónir á ári. En auðvitað fer þetta eftir reglum sjóðana og við erum hérna með stutt myndband frá starfsmenntasjóðunum og frá áttinni sem við ætlum að sýna ykkur. Rétt fræðsla og þjálfun lykillinn að velgengni fyrirtækisins og bættum hag starfsmanna þess. Nú getur þú sótt styrk til fræðslu starfsmanna fyrirtækisins á einum stað. Þú skilar inn einni rafrænni umsókn og sækir þannig styrk úr mörgum fræðslusjóðum atvinnulífsins á sama tíma. Þú getur sótt styrk til fræðslu fram í tíman eða alltaf 12 mánuði aftur í tíman. Flóknara það ekki. Áttin eina síðan sem þú þarft að heimsækja. Áttin, vegvísir að færni. Já, í umræddri könnun þá kom líka fram að það væri áskorun að ráða og finna gott starfsfólk. Starfsfólk getur verið að mörgum þjóðernum á sama vinnustaðnum og þar af leiðandi með mismunandi bakgrunn, ólíka menningu og tungumál í farteskinu. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að undirbúa ráðningarferlið vel og vanda sig í byrjun vegna þess að það getur bara og það sparar okkur tíma og líka peninga þegar fram í sækir. Og til þess að auðvelda ykkur ráðningarferlið þá settum við saman í samstarfi við Fjölmenningarsetur ASÍ og SAF þessar leiðbeiningar sem að leiða stjórnendur og starfsfólk í gegnum ráðningarferlið og útskýra hvað hver aðili þarf að gera, hvað atvinnurekandinn þarf að gera, hvað þarf starfsmaðurinn að gera og veita þannig bara yfirlit yfir þetta ferli sem getur reynst ansi flókið. Leiðbeiningarnar eru líka tvískiptar eftir hvort sé að ræða ráðningu innan eða utan EES og þær eru aðgengilegar á nokkrum tungumálum. En eins og ég nefndi í upphafi þá bjóðum við líka upp á ráðgjöf til stjórnenda. Við förum reglulega í heimsóknir til ferðaþjónustufyrirtækja. Við viljum vera í góðum tengslum við greinina og þurfum líka að heyra frá okkur til að geta sinnt okkar hlutverki. Og þegar við heimsækjum fyrirtæki þá kynnum við þeim fyrir verkfærinu okkar en við viljum líka heyra hvaða áskoranir það eru sem að þið standið frammi fyrir. Því að við getum boðið aðstoð. Vantar ykkur til dæmis aðstoð við að setja upp skiljanlega virkt ráðningarferli eða markvissa nýliðaþjálfun eða vantar stjórnendaþjálfun. Og hvaða árangri myndi þið vilja ná? Viljið þið dæmis ná hærra skora á booking eða viljið þið auka starfsánægju? Fyrsta skrefið í þessu alltaf heimsóknin frá okkur, þar sem við tökum bara samtalið og heyrum hvað það sem að þið myndi vilja ná, hvað árangri þið myndi vilja ná. Og við hjá Hæfnisetrinu finnum síðan ráðgjafa sem hentar ykkar fyrirtæki og sá ráðgjafi, hann vinnur þá með ykkur að því að greina fræðsluþarfir og skoðar hvaða hæfniþætti þarf að styrkja, þarf að þjálfa allt starfsfólkið eða bara ákveðinn hópur sem þarf að fá aukna fræðslu, til dæmis bara nóg að leggja á aukibúðir nýliðaþjálfun eða starfsfólki á ákveðnum störfum sem þarf þjálfun. Og þegar búið að skoða þetta, þá unnin fræðslu áætlun sem að tilgreinir bara hvað þarf að gerast, hvað fræðsla þarf að eiga sér stað. Sú fræðslu áætlun síðan bara keyrð. Ef haldin eru námskeið, þá getið líka fengið aðstoð við að sækja styrki til starfsmenntasjóðanna. Og þegar fræðslan hefur farið fram, þá erum við alltaf að skoða hvernig til tókst og hvort að árangrinum hafi verið náð sem við lögðum uppi að ná í byrjun. Nú þegar þá höfum við í Hæfnisetrinu heimsótt yfir 300 fyrirtæki og það eru það bil 100 fyrirtæki sem að hafa tekið þátt á einhvern hátt og verið í samstarfi við okkur og við höfum aðstoðað við fræðslu og þjálfun ýmislegt í samstarfi við fræðslu aðila land allt. Við leggjum mikla áherslu á að mæla vegna þess að fyrirtæki vilja sjá það svart á hvítu, skilaði þessi þjálfun
og þeir peningar sem við settum í þetta skilaði það okkur einhverju. Ég ætla að nefna dæmi frá nokkrum fyrirtækjum sem voru í samstarfi með okkur. Við sem sagt mældum í upphafi áður en að við byrjuðum fræðsluna á þjálfunina og síðan mældum við nokkrum vikum eftir að þjálfuninni lauk. Í einu fyrirtæki þá jókst starfsánægja úr 3,3 í 4,4. Hrós frá gestum, það jókst 33%. Kvartanir, þeim fækkaði 29% og þegar að starfsfólk var spurt, myndirðu mæla með vinnustaðnum þínum, þá fór svo einhvern úr 3,5 í 4,4 og einu hóteli þá fór skor og booking úr 7,9 í 8,3 á innan við 6 mánuðum. Þannig að það er gott að hafa það í huga að gott og vel þjálfað starfsfólk, það skilar okkur alltaf peningum í kassan. Svona í lokin þá langar okkur að segja ykkur aðeins nánar frá starfsnáminu sem að Hæfnisetrið ásamt öðrum hefur verið að vinna að og það er hann Haukur Harðarsson sem ætlar að segja ykkur. Við ætlum að spila hér myndband. Góðan dag, ég heiti Haukur Harðarsson, verkefnastjóri Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og ég ætla að fjalla stuttlega starfsnám í ferðaþjónustu á framhaldsskólastigi. En árið 2020 kemur út skýrslan Hæfnigrunnur að gæðum sem greining og þörfum ferðaþjónustunnar fyrir nám. Hvernig það á að vera uppbyggt og hverjir eiga að vera áherslur í námi. Árið 2023 búið að skrifa kjarna fyrir nám í ferðaþjónustu á þrepin 2 og 3. Það búið að búa til sérhæfingar við þessa kjarna og það byrjað að vinna undirbúa raunfærnimat fyrir styttingar af námi fyrir þau sem hafa reynslu á þessum sviðum. Nú framhaldsskólar og framhaldsfræðsluaðilar, símenntunarmiðstöðvarnar ásamt háskólasamfélaginu að leggja lokahönd á að skrifa námskrár og þær fara síðan í vottun hjá Menntamálastofnun og fræðsluaðilar að stimpla sín í framkvæmd námsins. Varðandi markhóp fyrir námi þá áherslurnar þar að ná til þeirra sem starfandi í ferðaþjónustu í dag og að námi verði aðgengilegt fyrir fólk með erlenda bakgrunn. Varðandi framkvæmdina þá áherslur þar samvinna milli fræðsluaðila framkvæmd, að námi verði byggt upp í fjarnámi og með staðlótum, það verði stígandi námi og samspil milli skólakerfa, það verði tengingar við vinnustaði og raunfærnimat verði notað til þess að stytta nám ef fólk hefur reynslu. Á fundi stýrihóps núna í janúar, stýrihóps Hæfniseturs ferðaþjónustunnar, mætti Lilja Andrésdóttir ferðamálaráðherra og hún telur að það sé ekki til fyrirstöðu að koma námi í ferðaþjónustu á laggirnar og þetta sé fyrst og fremst spurningum að taka ákvörðun. Framöndanlega samtal milli ferðamálaráðuneytis, mennta- og barnamálaráðuneytis, Hæfnisetursins og SAF ásamt fleiri aðilar sem munu koma framkvæmd, hvernig þetta verði gert. Frekari kynning á stöðu þessa verkefnis verður á menntamótni í apríl. Menntamótnar haldir á vegum Hæfnisetursins og SAF. Þeir stafrænir, opnir öllum og frekar stuttir og hnitmiðraðir. Við vonumst til að sjá ykkur sem flest á næsta menntamótni, fá frekari upplýsingar stöðu þessa verkefnis og það líka ljóst að til þess að svona nám verða veruleika þarf að koma til öflugur stuðningur fyrirtækja. Takk í bili og sjáumst. Nú við þökkum ykkur kærlega fyrir áheyrnina en viljum minna á heimasíðun okkar, hefni.is. Þar getið þið líka skráð ykkur á póstlista. Endilega svo fylgið okkur á Facebook. Þar koma inn upplýsingar þegar það koma ný tæki og tól ásamt því að þar auglýsum við líka þessa rafrænu fundi okkar. Svo viljum við bara hvetja ykkur til þess að vera í sambandi við okkur. Við þiggjum allar ábendingar og hugmyndir að til dæmis nýjum verkfærum
Og dæmi eitt slíkt verkfæri til dæmis ráðning af ferli erlends starfsfólks, en það var á fundi í Mývatnssveit fyrir sennilega komið rúmt ár síðan, sem að ferðaþjónustuaðili kom að máli við okkur eftir fundin og spurði: virkilega ekki hægt að hafa á einum stað allt sem að þarf að gera þegar við erum að ráða erlent starfsfólk? Öll eyðublöð, allar upplýsingar, allar heimasíður sem við þurfum að fara inn á. Og eins og Margrét sagði okkur frá hérna áðan, þá fórum við í samstarf við Fjölmenningarsetur, ASÍ og SAF og gerðum þetta. Þannig að þetta bara hið minnsta mál. En að lokum þá langar mig að segja ykkur að á svona fundi fyrir páska á Suðurlandi þá var einn fyrirlesarinn, ferðaþjónustuaðili, sem að sagði: verum þakklát fyrir gestina sem koma til okkar. Þetta finnst mér vera svo frábært viðhorf og ég vil bara endilega við tökum þetta viðhorf með okkur út í daginn. Takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Margrét og Valdís. Ég vil líka benda ykkur á að það eru fulltrúar hérna frá MSS með einmitt upplýsingar fyrirtækja þjónustu. Þau eru með töluvert af námskeiðum og þjónustu í boði fyrir fyrirtæki, þannig að endilega kippið með ykkur og spjallið við þær. Og svo einmitt Hæfnisetur líka með upplýsingabæklinga frá sér. Næst koma tvö erindi frá ferðaþjónustuaðilum og þegar við fórum að kanna grunninn okkar, hvaða fyrirtæki okkar væru að gera góða hluti, og þá komum við náttúrulega alls ekki að tómum kofunum og þurftum eiginlega það var erfitt val að taka úr, en að lokum ákváðum við að taka fyrir annars vegar stærra fyrirtæki og svo minna fyrirtæki, þannig að við fengjum kannski smá innsýn í þetta hvorum megin sem En við ætlum að byrja á því að fá Fanny Þórisdóttur, fræðslustjóra hjá Bláa lóninu, til að vera með smá innlegg þeirra aðkomu. Gjörðu svo vel, Fanny. Góðan daginn, ótrúlega gaman að sjá ykkur öll. Fanny heiti ég og fræðslustjóri hjá Bláa lóninu. Og ykkur kannski kunnugt að við unnum Menntavélar atvinnulífsins nú á dögunum og erum ákaflega þakklát og stolt af þeirri viðurkenningu. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá bara starfin okkar og okkar áherslum í fræðslu og kannski aðeins frá bara ýmsu. Þið þekkið eflaust öll Bláa lónið, þannig ég ætla svo sem ekkert að fara að útskýra fyrirtækið mikið fyrir ykkur. En það kannski nefna vert að það sem ekki allir vita, að við erum auðvitað ekki einungis Spaðlónið sjálft, heldur erum við með 2 hótel, við erum með 4 og 5 stjörnu hótel, við erum með 4 veitingastaði, við erum með húðvöruverslanir, við erum með stóðsvið, svo eitthvað sé nefnt, og við erum með starfsfólk frá 39 þjóðernum og yfir 700 mann sem starfa hjá Bláa lóninu. En af hverju erum við að þessu? Af hverju fyrirtæki eins og Bláa lónið að leggja áherslu á fræðslustarf? Í öllu mannauðsstarfi þá erum við auðvitað að vinna með einstaklinga og við viljum hlúa sérstaklega vel á fólkinu okkar og þau hafi tækifæri til þess að þróast og vaxa með okkur. Við vitum það öll núna og kannski áður líka að það mannfólkið sem skiptir mestu máli og eins og var komið inn á áðan að við gerum nú ekki mikið nema að við séum með starfsfólk. En fjárfesting í þjálfun og þróun starfsfólk, samkvæmt rannsóknum, eins og Margrét og Valdís komið inn á áðan, minnkar auðvitað starfsmannaveltu og eykur starfsánægju og þegar þú fjárfestir starfsfólkinu þínu þá skilar það sér margfalt aftur í fyrirtækið. Góð viðeigandi og markviss fræðsla stuðlar að því að starfsfólki líði vel og hefur tól og tæki til að vinna sín verkefni af öryggi og það veit þannig til hvers ætlast sem að eykur ánægju og gleði í starfi og svo þetta skilar ánægðara starfsfólk sér í ánægðari gestum og þetta auðvitað meðvituð ákvörðun hjá fyrirtækinu að leggja áherslu á þessa þætti.
Og hérna má sjá gildi fyrirtækisins sem við vinnum með. Og við gerum það strax í atvinnuviðtalinu að tala gildin okkar. Og þá hefur einstaklingurinn líka færa og tengja þau gildi við sína lífskoðanir og persónuleg gildi. Og það ótrúlegt þegar starfsfólki okkar mætir í nýliðaþjálfunina að það getur oft þulið upp gildin okkar. Þó að þau hafi kannski bara heyrt minnst á þau einu sinni eða tvisvar. Og við tökum auðvitað ákvarðanir í verkefnum okkar og áskorunum með þessi gildi að leiðarljósi. Og þetta svolítið vinnan okkar í fræðslunni sem við erum alltaf að vinna að. Þið hafa örugglega séð eitthvað svona svipaðan hring, en þetta nú bara svona tilraun til þess að útskýra hvernig þetta á sér allt saman stað. Við þurfum alltaf að vera að greina. Þurfum að vera að greina hvað þurfum við akkurat núna. Og það gerum við auðvitað með þarfagreiningu. Og mörg ykkar eru kannski að glíma ykkur ákveðnar áskoranir og þá kannski mjög gott að greina hvað raunverulega þurfum við til þess að takast á þessar áskoranir þegar kemur að til dæmis fræðslu. Og það má gera með könnunum, starfsmannakönnunum, það má gera með rýnihópum, það má gera með vinnustaðamati, það má gera með samtal með stjórnendum og svo framvegis. Það ótrúlega mikilvægt að sjá hlutina út frá eins mörgum sjónarhornum og hægt er. Og svo það að þróa, velja og herna og skipuleggja og endurtaka. Og það að keyra þá eitthvað og prófa það og svo að mæla árangurinn, hvernig stóðum við okkur. Og það má meta út frá könnunum, til dæmis út frá könnunum frá viðskiptavinum, það má meta út frá starfsánægjukönnunum, það má meta út frá samtölum, sölutölum og svo framvegis. Við höfum verið með svona stuttakönnun sem við keyrum eftir hverja einustu fræðslu. Í dag gerum við það í raun og veru gegnum fræðslukerfið okkar, en við byrjuðum bara með pappír og penna, þar sem við gerum tilraun til þess að meta auðvitað bara fyrst og fremst hvernig einstaklingunum líkaði námskeið, en líka hvort það hafi átt sér stað einhver þekkingar yfirfærsla sem að skipti máli. Og svo erum við auðvitað að rýna þessar tölur og reyna svona að sjá hvort að þetta hafi virkilega haft árangur. Og ég veit að mörg ykkar eru að glíma við áskoranir í þessum efnum. Þeir eru kannski að reyna að fara af stað með fræðslu og veit ekki hvernig þeir eru að gera það eða eru það að glíma við þessar helstu áskoranir. Og ég ákvað þess vegna að setja fram svona okkar áskoranir. Og þú veist, þetta gerist ekki hnökralaust. Þetta maður alltaf að reyna og bara gera betur. Og til dæmis tímaskortur og skipulag fræðsla vinnutíma þetta áskorun. Og hvernig við höfum tekist á við þær að við reynum að velja þá vikudaga og tímasetningar sem henta þá best til þess að keyra þá þessi tilteknu fræðslu. Við reynum að hafa stutt á hnignaða þjálfun og þá kannski oftar í einu. Og við erum að keyra svona það sem við kallum mentorprógram eða gátlista innan fyrirtækisins sem hafa reynst okkur ótrúlega vel. Og eða það við reynum þá að hafa fræðslu utan vinnutíma og greiðum þá fyrir. Og það eins og ég segi þetta bara ákvörðun fyrirtækisins, meðvitað ákvörðun að leggja áherslu á þessi þætti. Svo það tungumál. Við erum með starfsfólk eins og ég segi frá 40 þjóðernum og það alltaf að bætast við. Og hvernig ætlum við að koma á framfæri fræðslu og þekkingaryfirfærslu á réttu tungumæli ef við bara hreinlega tölum ekki tungumáli. Það þetta áskorun í sjálfu sér. Og við höfum verið öllu jafna að bjóða upp á bæði íslensku og ensku efnið okkar og svo höfum við fengið þá leiðbeinendur og þjálfað upp leiðbeinendur innanhús sem hafa fjölbreyttari tungumálkunnáttu sem geta þá beitt til dæmis bara grunn í pólsku eða öðrum tungumálum og geta þá stokkið inn í þó þau séu kannski að leiðbeina á ensku fært sig yfir í pólskuna ef þess þarf. Við höfum nýtt túlka þegar þörf á og við höfum notað glærur á ólíkum tungumálum, þannig að verkefni og glærur geta verið á ólíkum tungumálum, þú veist, efnið sjálft, þó svo að leiðbeinandinn kannski tala ekki endilega tungumáli. Og auðvitað reynum við eftir fremsta megni alltaf að gera betur í þessum efnum. Svo það bara áhugi, hefur fólk raunverulega áhuga á að sækja fræðslu og þróast í starfi. Og þar kemur þetta samtal við starfsfólkið
ótrúlega sterkt inn og skiptir ótrúlega miklu máli, erum við að mæta þessum þörfum sem þau raunverulega hafa. Og það þetta virka samtal og að fræðsla sé skemmtileg og stutt, nytmið og lifandi kennsluform eftir fremsta megni. Og þarna ég kannski helst að tala þá staðkennsluna og rafræna fræðslu, en þetta fræðsla sem á sér stað á starfsstöð sem meira svona hands-on þjálfun, hún kannski líka, maður kannski velur fólk til þess að aðstoða nýtt starffólk sem hefur það kannski meira svona þetta lifandi og hefur þess að gjöfa að vera gott í því að miðla. Svo það bara forgangsröðun, það auðvitað ekki hægt að gera allt á sama tíma, þó maður vilji gera margt og mikið, að það auðvitað bara að reyna að raða dagskrána eftir áherslum hverju sinni og áætla þá frekar fram í tíman. Hvernig erum við að ná til ólíkra hópa, menningu, kynslóð og svo framvegis? Ég heyrði einhvers staðar að kynslóðin, okkar nýjasta kynslóð sem við erum með á vinnumarkaði, hún vill helst ekki lesa meir en 14 orð. Þannig að það þýðir kannski ekkit endilega eiga þessa löngu bæklinga, þið vitið, sem að maður bara réttir og bara lestu þetta. Það kannski kemst ekkit endilega allt til skila. En svo til fólk sem kann virkilega meta að vera með þessa löngu góðu bæklinga og geta svolítið blaðað í fram og tilbaka. Þannig að þetta eru ólíkir hópar og við reynum þó auðvitað eftir fremsta megni að nýta og greina í gegnum rýnihópa. Við erum með svokallaða fjölmenningaráð innan okkar starfsmannahóps sem við erum að hittast og við erum svona að velta fyrir okkur hvað getum við verið að gera betur til að koma til móts við ólíka menningahópa. Og svo vinnum við markvisst með þá hópa sem eru lítið að mæta fræðslu og notum ólík fræðsluform sem það bæði rafrænt í staðkennslu, bæklingar og efni, ítarefni og svo framvegis. Og svo bara breytt landslag eftir COVID og hlutirnir hafa breyst. Og þá bara svolítið að bara byrja upp á nýtt. Og þannig reynum við þetta allt bara aðlaga okkur og hugsa hlutin upp á nýtt og við þurfum að vera að gera það, höfum þurft að gera það talsvert oft. Og til dæmis bara þá að nýta meira rafræna fræðslu þurftum við að gera á tímabili, reyna að ná betur til út frá áhuga, forgangsröðun og svo framvegis að þá bara bregðast við. Þannig að þetta svona okkar helstu áskoranir og ég vona að þið fáið ykkur hugmyndir út frá því hvernig við erum að takast á við þar. Og auðvitað gengur þetta stundum vel og stundum ekki. Við erum bara, gerum okkar besta og reynum alltaf að finna nýjar nálganir. Og hvernig erum við að meta árangur? Og það eru þessar viðskiptakannanir sem að gefa okkur ótrúlega góða innsýn inn í hvernig við erum að standa okkur. En svo þetta náttúrulega bara, það sölukannanir, sölutölur, það samtal við stjórnendur, hefur þekkingar yfirfærslan átt sér stað, stjórnendin að taka eftir einhverjum breytingum, hvaða markmið lögðum við með í upphafi, það eftirfylgni sem getur átt sér stað í bara hópmarkþjálfun eða hópsamtali, hvernig gengur okkur að breyta og bæta. Hvaða áskoranir erum við búin að lenda á, hvernig okkur búið að ganga að takast á við þær og svo framvegis. Eiga þessi samtöl, það oft ekki nóg að koma bara inn með eitthvað námskeið og ætla að breyta öllu. Það auðvitað að fylgja því vel eftir. Og þannig að þetta svona það sem við höfum gert til þess að reyna að meta þá árangur. Já. Og svo ætlaði ég að sýna ykkur bara stuttlega dæmi svona helstu málefni sem hafa verið dagskrá hjá okkur í Blálónsakademíunni. Við erum með nýlega þjálfun en svo reynum við þetta að sinna starfsfólki sem hefur verið í lengri tíma og erum með reglulega fræðsluviðburði sem þá fyrir mismunandi markhópa. Og svo höfum við verið í samstarfi við Opna háskólann í Reykjavík og boðið upp á það að starfsfólki okkar getur sótt námskeiða að kostnaðarlausu. Við erum með rafræna fræðslu og fræðslukerfi og erum með svona regluleg fræðslu uppbrot þar sem við erum að leggja áherslu á ýmislegt. Þannig að þetta svona það sem við höfum verið að leggja áherslu á og ég vona að þessar upplýsingar nýtist ykkur á einhvern nátt. Takk fyrir!
takk fyrir Fanny. Gaman að sjá hvernig þið vinnið að þessu. Þetta gerist ekki bara sjálfkrafa. En næst Unnu Katrín Valdimarsdóttir. Hún kannski svona eina nýliðunum okkar í ferðaþjónustu á svæðinu. Þannig að hún ætlar aðeins að gefa okkur smá innsýn í hvernig hún... Já, komið sæl, gaman að vera með ykkur og takk fyrir þetta tækifæri að fá að svona deila hinum endanum af Bláa lóninu þar sem ég bara mjög lítið fyrirtæki en svona ég mjög metnaðarfull. Ég heiti Unnu Katrín og bara vill byrjaði að takka fyrir þetta tækifæri, deila reynslu minni, svona hvernig skapandi hugsun við nýst mér í mínu rekstri. En fyrst þarf ég að fara með ykkur í smá ferðalag til þess að gefa ykkur svolítið hugmynd það hver ég Ég alin upp í garðinum þar sem náttúran var minn svona aðaleikvöllur. Ég með stúdentspróf frá Keilir í Verk á Raunisundum. Ég tók kúrsa í mannfræði og ferðamálafræði við háskólann. Frá æsku hef ég haft alveg brennandi áhuga framandi og ólíku menningarheimum og voru það þannig bækur sem áttu hugmynd og ég lag spjaldan á milli. Ég hef einnig haldið í og kunna vel að meta það frelsi sem ég ólst uppið. Og svo það mitt væ, af hverju ég að gera það sem ég að gera. Það var árið 2008, ég ætla að fá að bakka því ég glemdi einu góða punkti. Ok, þessi áhugi minn var til þess árið 2008 ákvað ég að leggja stað í að ég hélt mína fyrstu einu langferð heiminn og flakkaði Mið-Ameríku í 6 mánuði. Og ekki óraði mig fyrir því á þeim tíma að þetta var það 10 ára tímabili sem ég flakkaði on and off heiminn í 6 vikur, 6 mánuði senn. Og þarna öðlaðist ég með svona mjög ríka sýn í upplifun ferðamannsins og ekki síður gestgjafans. Af hverju ég að gera það sem ég að gera í dag? Það var árið 2018 sem ég tek svona mjög meðvitað ákvörðun það. Það væri tími til að vera hérna heima og ég þyrfti svolítið að jarðtengja mig. Og einhvern veginn vissi ég það að svona 8-5 minna myndir ekki henta mér. Og með þessa vissu þá fer ég að leita að tækifærum á Reykjanesi innan ferðaþjónustunnar. Það var einhvern veginn þannig að því oftar sem ég kom heim eftir ferðalögu mín, þá tók ég eftir þessari fegurð sem á Reykjanesi og þessi Reykjanesi hefur upp á að bjóða. Því oft það svolítið þannig að það sem beint fyrir fram að nefið á okkur og kannski eðlilegur partur af tilverunum okkar, ekkert, við erum kannski ekki alltaf að sjá það. Og á mínum ferðalögum upplifði mér svona ólíkar gistingar og í upphaldi voru hjá mér sumarhús og allra best ég var í nála við innfædda og náttúruna. Og svona í minni fyrstu ferð þegar ég fer að skoða þessi sumarhús sem ég með í dag, sem staðsett í Nátthaga á milli Sandgerðis og Garðs, tók á móti mér fljúgandi álftir, regnbogi og sólsetur. Og ég fann það einhvern veginn strax þarna var tækifæri sem ég var að leita af. Hér fær einhvern veginn náttúruna að njóta sín, það friðarfuglalíf og vindar blása sem hefur bara sinn sjarma. Og það síðan í maí árið 2019 sem ég tek ákvörðun að gerast ferðaþjónustubóndi eins og góðu nágranni mínir kalla mig í Nátthaga. Og það var einhvern veginn þannig að ég bara brett upp ermar með sín og ég vissi svona hvert ég vildi stefna. Og ég var svolítið heppin að ég kaupi sumarhúsin af manni sem var á 8 ára aldri og þau voru mjög hrá og þetta var svona upplagt tækifæri fyrir mig að laða húsin að mínum hugmyndum. Og einhvern veginn frá upphafi tek ég einhvern veginn ákvörðun að Reykjanesi sjálft yrði í forgrunni. Og svo það sem skiptir ofsalega miklu máli, því ekki get ég þetta einn. Og svona við rekstur þá kík ég í heimsókn til markaðsstofu Reykjanes og kynnist því ágæta fólki sem vinnur þar. Og í gegnum hana sæki ég að vera þáttakandi ratsjá sem á vegum íslenska ferðaklassans. Sem var alveg ofboðslega mikið blessun fyrir mig því ég var þáttakandi á tíma COVID og námskeiðið var einhvern veginn í hæsta gæðaflokki.
Þarna deildu svona sérfræðingar á ýmsum sviðum sem höfðu loks tíma til að virkilega gefa að sér. Þeir deildu reynslu sinni og gáfu okkur innblástur. Það má eiginlega segja að Ratio sé svona rjóminn af öllu því besta sem ferðaþjónustan hefur upp á að bjóða og það sem hver og einn þáttakandi, hann svona vegur og metir með það sem hann með, hvað hann vill dýfa sig inn og hvað hann vill innleiða í reksturinn. Og á þessu tíma tek ég bara svona mjög markvissar ákvarðanir og hefur verið að innleiða sett markmið. Og einnig á svona þessari vegferð sem í ferðaþjónustunni hef ég einnig kynnst alveg ótrúlega áhugaverðu fólki og sem hefur bæði haft áhrif á mig og rekstur minn. Og einhvern veginn get ég ekki talað skapandi hugsun nema ég komi svolítið inn á þennan tíma COVID. Þetta svona tími sem við viljum helst gleyma og hafa svona bakvið, en þetta mótaði mig ofsalega. Þannig að það var einhvern veginn, mér fannst svona skapandi hugsun byrja alvöru hjá mér á þessu tíma. Því það einhvern veginn, það eina sem kom til greina þegar allt fór í lás var að láta hlutina ganga upp hjá mér. Fyrirtæki var ekki nema 8 mánaða gamalt og þú veist, já, það var ekkert annað í boði. Og ég fer svona fyrst að leita hugmynda, hvernig myndi þessi bústaði nýta sér best. Og fyrst voru það sjálfsögðu Íslendingar alveg heim og ég tók á móti hugrökkum ferðamönnum sem var alveg tilbúin að vera skikkaðir í sóttkví. Og ég svona undirbjó komið þeirra með því að senda þeim linka Netto matvöruverslun og þeir unnu bara ákveðið þrekvirki í COVID að setja upp svona online matvörubúð. Og ég fór og sótti matvörunar og það var allt klart þegar gestir komu. Allir sáttir og súper spenntir. Og þetta var til þess að þetta spurðist út og ég hélt einhvern veginn einingunum mínum fullum að gestum. Og það annað rosalega gott dæmi, það Eyþór í Markaðsstofunni, hann gaf mér mjög góða hugmynd þegar fór að líða á COVID. Þá myndist hann á það hvað foreldrar voru þreyttir og vera föst heima með börnin. Og ég notaði einhvern veginn tækifærið og fyrir að einlýsa bústaðina fyrir pör sem vantar samveru. Og aftur sló allt í gegn og ég náði að fylla bústaðina. Ég náði einnig til svona listafólks og námsmanna, vísindafólks og kvikmyndagerðarfólks til þess að brúa þetta bil. Og þetta fólk voru ofta að sækja eftir innblæstri í kyrrðina og í skjálftahrinu þá tókst mér að draga þreytta Grindvíkinga í svefn í nátthaga þar sem skjálftanum fylgdi slítið. Spurningin var alltaf, hver þarf á þessu þjónustu að halda og hvernig næ ég til þeirra? Það einhvern veginn þannig á þessu tíma hjá mér, þá bara skapandi hugsun allsráðandi. Og það verður einstaklega svona áhugavert að taka á móti gestum, þar sem, þú veist, fólki sóttkví, þetta var svona, ég kynntist oft mjög náið. Og það sem einkenndi oft samskiptin var akkurat samkennd. Sóttkví var líka mjög góðu tími fyrir marga gestir sem voru hjá mér því að ís og þys var sett á pásu og tími til að íhuga sjálfa sig og lífið. Og það svona eitt af mínu markmiðum með minn gististað að mig langar að bjóða fólki sem vill bara vera. Þetta var einstakur tími og gaf mér nýja sýn og tækifæri til að hugsa út fyrir kassan. Hvað hef ég lært? Það svona minn markhópur hinn sjálfstæði ferðamaður sem vill ekki þetta hefðbundna frí eða vera heftur í skipulagðri dagskrá. Heldur sækir í það sem framandi og nýtt. Oft talað að markhópur hvers gististaðar endurspegli eigandann og því ég svo innilega sammála. Eftir COVID fer ég einnig að taka til því að ferðamaðurinn farin að taka minnuna með sér og hægja á sér. Þetta remote traveling. Og hér sé ég tækifæri til að fá ferðamanninn til að staldra lengur við og stefna á að markaðssetja fyrir komandi vetur. Söluvaran hjá mér frá upphæði hefur verið Reykjanes og það áhugavert að sjá upplifun ferðamannsins í rokinu sem einkennin einmitt suðvesturhornið. Þetta getur verið mikil upplifun fyrir marga ferðamenn og stundir spyr ég mig að því hvort þetta geti ekki bara verið söluvaran. Við sem vinnum í framlínunni eru einnig hluti af upplifun ferðamannsins og í raun og veru andlit svæðisins sem við vinnum fyrir. Og eitt af því sem ég svona svolítið lagt áherslu á að vinaleg og mæta gestum sem slíkum. Í raun bara svona vin sem ég hef ekki hitt ennþá. Því ferðalög í raun og veru ekkert annað en tilfinningaleg fjárfesting.
skapandi hugsun. Hvað er skapandi hugsun fyrir mér? Það er einmitt að fá innblástur frá ferðamönnum og geta sett sig í spor hans, vera lausnamiðuð og ekki vanmeta smáatriðin. Hvernig get ég einfalda líf ferðamannsins? Hafa skýra sýn en jafnframt opinn huga. Vera ófeimið við að gefa af mér og ekki síður að þiggja. Leyfa hugmyndaflæðinu að njóta sín og hafa hugrekki til að pröfa nýja hluti. Umfram allt að haldi gildi. Frá upphafi hef ég markvisst unnið að því að bústaðin þessu umhverfisvænn ferðastæður og sjálfbær svo yfirbygging sé í lágmarki. Að vera heiðarleg og geta bjóða upp á ekta upplifun. Er ég að gera mitt besta að fara fram úr væntingu ferðamannsins? Það eru svo síðan þessi síðustu 4 ár sem hafa verið ótrúlega áhugaverður tími, þar sem ég þurfti að hafa seglu og svona staðfesta trúaði sem ég er að gera. Og fyrir mig persónulega, það hefur hugleiðsla svona verið mitt akkeri. Það er góð leið til að hreinsa hugan og einmitt að gefa sköpunarkraftinum rými. Og að gefa skapandi hugsun tækifæri, þá er gott að spyrja sig, hvernig er ég að skapa góða minningu? Hvernig get ég aukið virði gesta minna? Takk fyrir mig. Þakkir fyrir þetta, Kata. Við nálgumst náttúrulega alltaf verkefninu okkar bara út frá því í rauninni hvernig stöðu við erum og hverja áskoranir eru. Nú ætla ég í rauninni að aðeins að fara af dagskránni og biðja 5 mínútna kaffipásu, þannig að þið getið staðið upp, teygt úr ykkur, fengið ykkur kaffibolla, vatn, á meðan Eyþór dregur til sín pallborðsgesti og kemur þeim fyrir.
Blúkar Rental. Ég byrjaði 2015 og var fenginn inn í fyrirtækið og ég átti bara að finna út úr því sjálfur sko, svona hálfpartinn hvað þetta var að gera. Og sem lögfræðingur þá var alltaf fyrsta sem mér datt í hug að fara beint í verklagsreglur, en svona, svo hef bara verið í mörgu innan fyrirtækisins, en kannski undanfarið verið með svona ábyrgðina á þjónustunni gagnvart viðskiptunum beinni þjónustu, það er að segja afgreiðslu bílana í pick-upinu og drop-upinu, það er að segja þar undir mér eru einhverjir 30-40 starfsmenn og það er svona búið að vera svona það sem er gegnum gangandi á mér á samt svona ýmsu öðru, maður tekur það sem margt í þessu fyrirtæki. Þú Hilmar? Já, Hilmar Sigurðsson heiti ég, framkvæmdastjóri hjá Bryggjunni í Grindavík og einn af eigendum og við sem sagt keyptum netagerðarhús í Grindavík 2018 og erum búin að þróa veitingarekstur þar og svona mitt hlutverk hefur verið reksturinn og áætlanagerð og markaðssetning. Þannig að já, það er svona það helsta sem í mínu verkefnum. Já, Rebekka heiti ég og ég er frá Courtyard by Marriott, er mannauðsstjóri þar. Já, verkefni mín þar eru bara svona allt sem kemur á mannauði, frá fræðslu, launum, svona alls konar, já, bara svona all over. Mér langar að mynd svona hjá eftir því svona hæfnisettur ferðaþjónustunnar. Hafið þið einhverja reynslu af þeirra þjónustu eða vissuð þið svona af því sem að þau bjóða upp á? Ég allavega vissi og hef unnið með Valdísi mikið. Við náttúrulega hjá Courtyard erum ekki búin að vera opin lengi og þó svo að þetta sé Courtyard by Marriott og þá fáum við náttúrulega ýmis tæki og tól frá þeim frá Bandaríkjunum, þá er þetta samt náttúrulega startup og við erum að búa til ýmislegt og koma á ferlum og það er þjálfun stór partur af því og ég vann með Valdísi einmitt að þarfagreina og alls konar svoleiðis hjá fyrirtækinu. Gott að heyra. Þetta var algjörlega nýtt fyrir mér, þannig að mjög áhugavert. Ég var bara að kynna mér þetta eftir að þú boðaði fundinn. Þannig að við munum örgulega að nýta okkur eitthvað. Við höfum ekki verið að nýta okkur hæfnisveitinni, við höfum vitað af því að við erum með mannustjóra sem hefur verið að kynnt sér efni hæfnisveitisins mikið. Við höfum nýtt okkur MSS töluvert í fræðslu og svona fyrirlestraformi. Við höfum líka verið að leita til aðila eins og Kvan og SPM með svona kannski hnitmiðari fræðslu sem hefur með fólki sem er bara on the spot að gera. En klárlega, tala ekki í kjölfar svona fyrirlestra og funda, þá klárlega mun maður nýta sér það betur en maður er búin að kynnast þetta mjög flottum fyrirlesturum og það er klárt að það er hægt að sækja sér alveg hellingsfróðleik og námskeið frá hæfnisveitrinu og ég held að ég sé búin að senda sjálfur með 3 tölvupósta heimasíðu til að kíkja á að loki þessar fundar, þannig að það er mjög gott. Það er eitthvað að koma út úr þessu gott. Kannski Rebekka, ég byrja þá að spyrja þig. Þú verðist þá að hafa reynsluna af þessu en hvað máli skiptir fræðsla og þjálfun þegar kemur að því að veita þessa framúrskarandi þjónustu sem við höfum verið að tala um hérna? Já, hún skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli og það er einmitt að fyrirtæki sé einmitt að fræða starfsfólkið sitt og að starfsfólkið, ég held að flestir hafi komið inn á að mikilvægt að starfsfólkið viti hvaða þjónustu það eigi að veita, þannig að það er númer 1 að eigi eins og með nýliða þjálfun og alls konar svoleiðis að koma inn á það við hverju búist að þeim og svo að þarf að greina þá hvað vantar upp á til þess að þjálfa það betur og þá að veita þá þjónustu sem við viljum veita. Já, svona að þið þeir hluti af stærra batteríi, fenguð þið þá aðgang að einhverju svona guidelines sem við leiðum að sletta eða fóruð í ykkar eigin? Já, við erum sem sagt heppin að því leitinu til að við fáum alveg smá grunn. Oft er það samt erfitt af því að þetta er náttúrulega svona annar menningarheimur, þetta kemur frá Bandaríkjunum, þetta er svona aðeins öðruvísi, þannig að við þurfum að finna leið og það sem Valdís var að hjálpa okkur við að blanda þessu saman. Við þurfum að nota auðvitað því þau Marriott eru með sín gildi en svo við bland við hvað við viljum gera og hvað svæði hér þarf. Já. Hilmar, þeir eru svona aðeins minni toga heldur en bílaleigan og hótelið. Hvernig er ykkar svona fræðslumálum háttað?
Þetta hefur nú bara verið mikil veikleiki eins og örugglega hjá minni ferðaþjónustufyrirtækjum. Við erum að til dæmis stefnum í núna tvöfalda okkur í veltu frá 2018-19 og venjulega, eða svona það hefur bara verið að fólk hefur verið dálítið hent inn og svo spurt bara Daniel, er hann góður að slæma? Það er nánast engar leiðbeiningar. Þetta eru að reyna að bæta og munum væntanlega að bæta. En þetta er klárlega búin að vera veikleiki því að maður veit aldrei hvenær þegar kúninn labbar inn. Þetta getur verið stórir og mikli kúnnar, blaðamenn, það kemur bara flíspeys og húfa labbandi inn dyrnar og sér ekki andlitið sko. Frægir leikarar, þú ert alltaf að vera tilbúin til að taka í toppgæðum, líka væntingarnar eru svo miklar. Þannig að klárlega munum við bæta þetta og við erum að vinna í þessu, í mikilli stækkun. En hjá ykkur, Sævar, þið svona stofnuð bara frá grunni byggt upp hægt og rólega. Hvenær kannski koma þessi fræðslumál inn? Þau væntanlega ekki alveg frá upphafi þegar þetta var bara lítið. Ég held nú að ég geti kannski svara fyrir eigandan að hann byrjaði náttúrulega á því að fræðast bara með því að skoða aðra heimasíður og stela svolítið frá þeim og stela svolítið frá því hvernig aðrir voru að gera þetta. Svo því meira sem fyrirtæki vex og því fleira starfsfólk sem kemur þá fer að vera erfiðar að henda bara fólki út í djúpilögin og segja þeim bara að redda sér. Kúnnahópurinn og menningar, mismunur og fleira slíkt yfir ári og þarf svona aðeins að staldra við og kynna þið bara betur, fræðast hvaða væntingar hefur viðskiptavinurinn og ég myndi segja svona síðastliðin svona kannski 4-5 ár höfum við farið aðeins dýpra í fræðslu fyrir starfsfólkið og þá náttúrulega aðalega starfsfólkið sem fremst í víglunni. Við höfum verið með þessi sölunámskeið, við höfum verið með svona sambland af þjónustu og sölunámskeiðum. Við höfum líka verið með nýlega þjálfun, við erum með nýlega þjálfun sem að við erum svo heppin að því leytinu til að mannustjórinn okkar er fyrrum kennari og vann hjá MSS, þannig að við nýtt okkur gríðarlega þekkingu sem hún hefur, hvernig er best fyrir okkur að fræða starfsfólkið og þegar fólk að koma þá erum við í rauninni með svona nýlega dag, til þess að fyrir fólk sem að koma í sumarvinnu, þá erum við bara með nýlega dag og svo fær hver og einn starfsmaður sína nýlega þjálfun og í rauninni svona, svo erum við með checklista yfir hvað búið að fara yfir með honum og fleiri slíkt. En auðvitað náttúrulega, þú veist, erum við, eins og þú segir, við erum stofnum 2010 og við erum bara að lærum með hverju einustu ári og það er ekki síst bara viðskiptavinir sjálfur sem að fá okkur til þess að kenna okkur og fá okkur til þess að drífa okkur áfram í að betrumbæta hlutina og kannski, fara í þá vegferð að sækja okkur svona námskeið og þess áttar til þess að geta þjónustu betur, sko. Ég langar að spyrja þig, Rebekka, varðandi svona þjálfun, hvernig fylgið þið eftir að starfsfólkið ykkar sé að leita sér þekkingar eða sé að standa sig? Eru þið svona eða þarf að greina eða taka einhverjar kannanir eða slíkt svona hvernig þjónustan ykkar burtsið frá bara Google Reviews eða þannig beinu skilurðu? Eru þið að gera eitthvað sjálf til að svona greina þetta? Ertu að meina þá bara innan fyrirtækis ekki Já, frá... Já, svona innan fyrirtækis fylgja þið eftir svona hvernig... Það er klárlega eitthvað sem við erum búin að vera að vinna mikið með, það var ekki mikið þannig, við erum frekar bara góði einmitt að fá frá gestunum okkar, eins og Sævar var að segja, þú veist, að fá feedbackið frá þeim, endurgjöfina og nýta það í að þarfagreina, þú veist, hvar við getum gert betur og hvar við getum, þú veist, hjálpa starfsfólkinu okkar að verða betra og þjálfa. En svona, einmitt, þetta er eitthvað sem við erum að vinna í varðandi, þú veist, betri endurgjöf til starfsfólksinu okkar og fá þá líka endurgjöf frá þeim, hvað þeim vantar, etc. Þannig að það er eitthvað sem við erum að vinna í að gera betur. En eins og ykkur, Sævar, eftir að svona, kannski eiginleg svona nýliða þjálfun byrjar, hvernig þetta svona, fylgið þið þessu eftir? Sko, við erum með alls konar tól og tæki sem til þess að finna mælikvarða bæði á þjónustuna okkar og það er að segja hvernig viðskiptavinur upplifir þjónustuna, allt frá því bara að hann bókar bílinn og þar til að hann skilar honum. Gagnvart starfsfólkinu erum við með mánaðarlega kannanir á vegum HR Monitor til þess að bara mæla starfsánægju, hvað maður betur fara, það er alltaf opna spurningar í lokin á ýmsum toga. Við erum með
þegar við erum að selja vöru, þannig að vörurnar eru, við lítum svolítið á að varan sé þjónusta líka og við erum með mælikvarða á hversu vel þið gengur að selja, þannig að við erum með endurgjafir til starfsfólks, svona 2 vikna fresti, mánaða fresti, hvernig þeim gengur og fáum þar feedback, hvað betur með að fara, hvernig getum við hjálpað þér að verða betri. Mér finnst rosa góð punktur sem kom í einu fyrirlestrinum áðan. Starfsmaður sem ánægður í starfi og öruggur í starfi og búinn að fá góða þjálfun og með góða þekkingu miklu betri starfsmaður og þar af leiðandi verður upplifun viðskiptavinarins miklu betri. Það að segja, ef að starfsmaðurinn öruggur, glaður að koma í vinnu, ekki stressaður og hræddur að geta ekki svarað spurningum frá viðskiptavinum, þannig þjónustu viljum við veita og þannig verður þjónustan betri og við erum kannski ekkert á sama stað á Bláa lónið, klárlega, en við erum svona að reyna að betrumbæta okkur í þessu og endurgjöf algjörlega lykill, bæði endurgjöf frá viðskiptavinum en ekki síður frá starfsmönnum sjálfum. Talandi Bláa lónið, það var áhugavert sem Fanny nefndi hérna margt og þau eru væntanlega komin langt á veg með sína fræðslu og þjónustu. En sjáu þið eitthvað fyrir ykkur, ef við spyr þig Hilmar, að það væri eitthvað góð lausn að fyrirtæki samnýti námskeið eða reynslu? Tími til þjálfunar og fræðslu, þannig að við myndum klárlega að nýta okkur það fyrir okkur, þetta eru svo mörg lítil fyrirtæki ferðarþjónustu og það myndi ekki vera mikil styrkur. Hefurðu leitað til dæmis til einhverju annað aðalega, hann nefndi hérna að eigendur fór bara að googla og herma eftir hinnum, hvað gerir þú til dæmis? Nei, við hefum bara verið dálítið að þróa hlutina sjálfur, við erum alltaf metnir á Google á hverjum degi og TripAdvisor og það er okkar dómari og við svörum öllum persónulega, öllum okkar gestum og við höfum svona dálítið verið að finna hjólið upp, eða reyna að þróa okkar hluti og við erum náttúrulega ekki bara að selja mat, við erum að selja upplifun. Þess vegna skiptir svo miklu máli að starfsfólkið sé dálítið vel menntað svæðið, bakgrunninn og söguna, því að það er orðið svo stór söluvara, það er ekki nóg að koma með góðan fisk á borðið, þú verður að vera með einhverju umgjörð í kring og mikla upplifun, samkeppnin er það mikil. Við erum vissulega í samkeppni en svo erum við líka einhvern veginn að vinna þessu saman. Sér þú fyrir þér, Rebekka, að þið hjálpast einhvern veginn að hjálpa hvort öðru í þessum málum? Algjörlega og við höfum alveg verið að nýta okkur það sem til eins og MSS líka að koma með svona, voru til dæmis daginn, það var eitthvað svona í fyrsta skipti sem var svona aðlaga að Suðurnesjunum, svona dyravarða námskeið var að kalla sem í rauninni fyrir, fólk sem að vinna á nætunar, svona alls konar, þetta var 6 daga námskeið sem margir aðilar að koma að, slökkviliðið, lögreglan, alls konar og þetta sé klárlega tækifæri til að gera sem við getum haldið áfram að þróa og gera betur og ég held að sérstaklega þessi litlu fyrirtæki myndi klárlega nýta sér þetta. En hvernig getum við komið auga á einhverju tækifæri til þess að gera betur við þessa viðskiptavini okkar, ef við byrjum þér, Sævar? Við náttúrulega getum byrjað að hlusta á svona kanna og rannsaka, eða svo má verið komast þarfir þeirra, hvað þeir að leitast eftir. Það er náttúrulega að gera það með alls konar tólum og tækjum, það er eins og þú nefnir, það er reviews og það eru kannanir til viðskiptavina, það er tölvupóstar sem að viðskiptavinir senda, fyrirspurnir sem þeir senda, gerum manni kleift að átta sig á því hvað verið að leitast eftir. Mér finnst líka mjög mikilvægt að taka eins og sérstaklega með kvartanir og svona ósátta viðskiptavinir, mér finnst oft við geta lært best á þeim. Spurja okkur spurninga, bara hvernig myndum við vilja að þjónustan væri framkvæmt fyrir okkur, spurja sér rauninni, láta starfsmenn og stjórnendur, spyrja sér sjálfa hvað væri ég, og við erum svolítið með það inn í okkar þjónustustefnu að spyrja spurningarna, hvað væri ég sem var að fá þessa þjónustu, hvernig viljum við að við séum þjónustu og ég held að það séu bara svona, þetta eru nokkru líki þættir og bara sem eru mjög mikilvægir. Getur þú tekið undir þetta, Hilmar, og bætt eitthvað við kannski? Já, klálega, bara einmitt að hlusta á viðskiptavinin. Við erum náttúrulega að selja frekar svona hágæða þjónustu, við erum að selja eitthvað dýrt, eða svona, við erum ekki ódýr, þannig að væntingarnar
viðskiptavinir okkar eru svo rosa. Þegar það mætir á staðinn, þá verður alltaf að vera tipp-topp. Við reynda búum að því að Netagerðarhúsinu er allt svo hrörlegt fyrir utan okkur og sumir konar þori ekki inn, en væntingastöðullin fer aðeins niður og svo við stundum græðum á því, sko. Það er að spáði hvort ætlum ekki að taka til almennilega, en þetta er náttúrulega gríðarlega kröfur sem við stöndum frammi fyrir, að við verðum að selja okkur frekar dýrt til að ná endur saman. Hvað segir þú, Rebekka? Hvernig komu þau á tækifæri til þess að gera betur? Já, ég held að þeir hafi nefnt svona flest allt sem við getum gert, en svo held ég að sé líka bara mikilvægt að vera alltaf að tjekka inn og hvað við getum gert betur. Ferðamennirnir eru líka alltaf að breytast og þetta er alveg síbreytilegt, þannig að bara vera vakandi. Ég held ég líka sé bara til þess að bæta við að eins og bara fundur eins og þessi og það að fyrirtæki sé að tala sér saman og hvort sem það sé einhver sameiginlegur vettvangur eða hvort það sé bara hreinlega hittingur eða menn að spjalla og þú veist, eða menn og konur. Við erum til dæmis í aðilar að SAF og þar skapast mjög góð vettvangur til þess að einmitt deila reynsluð annara og maður lærir líka helling á því, en auðvitað á samanskapi vill maður skapa sérstöðu, maður vill ekki vera að herma bara eftir öllum hinnum. Þannig að það þú veist, öll eru við í rauninni að gera mjög svipaða hluti, þú veist, allar bílaleigur eru að selja bara bílaleigubíla, en hvernig þú skerði út frá öðrum er það sem skiptir máli, að veita fólki betri þjónustu og þú ert að veita sömu vöruna oftar en ekki, en hvernig þú getur þjónustu viðskiptunin getur skipt höfumáli, hvort að viðskiptunin velji þig versus einhvern annan. Og þar þurfum við bara að hafa mjög vel augun opin. Þessi bæta við þetta í okkur að við fórum út í að gera allt sem við seljum, það er framleitt í okkur á staðnum. Þannig að við berum ábyrgð á gæðunum. Þannig að við kaupum ekkert tilbúið, allt sem viðskiptavinur okkar kaupir okkur er gert hjá okkur frá aðtilögu. Og svo er líka bara ferðamennirnir svo fljótur, okkar viðskiptavinur svo fljótur að sjá í gegnum hlutum. Þú fer ekkert styttir leiðin, þú verður bara að leggja þig all in. Og Google bara sér það afhjúpa þig bara nokkru dögur. Þannig að þetta er alltaf rosalega mikið Google og við erum bara live á hverjum degi. Þannig að við gerum allt sjálfur á staðnum og nú maður finnur líka eftirspurnin eftir að vita eitthvað bakgrunninn. Ferðamennirnir vill fræðast og jafnvel þó setur það bara á einhverja litla miða eða inn í matsela, bara einhver svona meiri fræðslu, myndir á veggina og allt þetta skiptir svakalega máli. Segja hver þú ert, hvaðan þú kemur. Grunnskólanum mættu í mat, heyrðist mér. Þannig að miklu málin eru að gera okkur þetta. En nýsköpun í ferðaþjónustu. Það er svona einn af punktunum sem við erum að velta fyrir okkur. Hversu miklu máli teljið þið, ef við byrjum á þér, Rebekka, að nýsköpun skipti í ferðaþjónustu og eru þið að vinna markvisst í nýsköpun dagstælega? Já, ég held að það skipti bara gríðarlega miklu máli bara fyrir svæðið og svo ef við tölum bara eins og hjá okkur, við erum búin að vera að kannski fókusa mest á nýsköpunina í bara meiri sjálfbærni og alls konar svoleiðis og líka þetta að gefa tækifæri á nýsköpun innan fyrirtækis, bara rannsóknir sína að það veitir starfsfólkinu ánægju og gefur drífandi kraft inn í. Þannig ég held að það sé eitthvað sem maður klárlega að vera með. Hvað segir þú, Hilmar, eru þið í nýsköpun? Já, bara raun og veru í tölvukerfum og bara reyna að gera allt sér fljótlegra. Hraðinn skiptir miklu máli. Þannig að þú taka á móti viðskiptavinna jafnvel hópum og þá eru gætarnir fara oft það sem hraðinn er gæðin og gæðin eru mest og verið í lagi. Þannig að öll svona tækni og bara að hlúa af fólkinu sem annars stendur í framlínunni að vera með bara bestu tækni sem völur á hverju sinni. Það skiptir alveg gríðarlega máli. En hjá ykkur Sævar? Já, ég horfði á myndband þar sem að Bláa lónið var að taka á móti velunum fyrir mentastarf. Grímur Sæmundsson koma vel á orðið, það var ekki fyrir þú veist, það verður stöðvun eða það er ekki fyrir
nýsköpun og komst einhvern veginn þannig orði og ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Nýsköpun á sér stað nánast hverjum einasta degi hjá okkur í Blue Car Rental. Eigendur félagsins keyptu til að mynda Dakota, eða keyptu hluti í Dakota sem svona hugbúnaðar- og forritunarfélag og það bara sýnt sig að forritun og hugbúnaður bara leiðin inn í framtíðina og til þess að halda forskoti og vera samkeppnishæf. Þá þurfum við náttúrulega vera bara mjög mikið í nýsköpun og hluti af því til dæmis eins og í kjölfar COVID var að krafa viðskiptavinnar var meiri kannski hraði en líka minni snertingu við starfsfólk og minni snerting milli viðskiptavinna. Þannig að við fórum til dæmis í þá vinnu að flýta afgreiðsluferlinu okkar, gera það í rauninni snertilausara, búa til online check-in, þannig að viðskiptavinnum gæti farið í gegnum svona svipað eins og bara þegar ég farið í gegnum í flugi. Gáttu bara að checka sig inn og í rauninni fengið nánast lítil sem enga snertingu við starfsfólk. En að samanskapi á þjónustu levelið jafn gott ef ekki betra. Og svo líka fórum við í algjörlega sjálfvirknivæðingu með því að viðskiptavinnum gat sótt bara bíllykilinn í lyklabóksi og það hefur komið okkur svolítið óvart að þrátt fyrir að COVID sé búið að þá krafa viðskiptavinnum að eftirspurnin eftir því að fá bíllyklana afhenta bara í gegnum lyklabóks gríðarleg og líklega kringum 20-25% af okkar afhendingum fer fram í gegnum lyklabóks þar sem viðskiptavinnum ræður sig sjálfur fer í gegnum og haka sig út alls konar forvarnir og hvað sérstakt við íslenska aðstæður og þar fram til götunum. En svo hann alltaf með aðgengi að okkur gegnum tölvupósta, síma og live chat og hvað það allt heitir. Ein pínu stór spurning. Hvernig hægt að skapa metnað og áhuga hjá starfsfólkinu svo að það veiti þessa framúrskarandi þjónustu sem við verðum að tala um? Hvernig höldum við þeim á tánum okkar fólki sem fremst í yfirlínunni? Við getum alltaf reynda að vera bónuskerfi og hækka launin að það dugir skammt. Það svo að ég held að það sé rosalega mikilvægt bara hvatning og persónulegir fundir halda bara upp á skammtíma sigur. Það þarf ekki að kosta mikið. Ég held að hvatningin og virðingin skipta alveg gríðarlega máli þar. Hvað segir þú, Rebekka? Já, ég sammála þetta auðvitað þessi grunnþættir sem hægt að gera en síðan einmitt hvatningin ég held að það var minnst á með samtölin, endurgjöf að vera bara í samtali við starfsfólki og hvað þeim vantar til þess að við getum verið með réttu tækin og tólin til þess að hvetja þau áfram og já. Hvað segir þú, Sævar? Já, ég algjörlega sammála endurgjöfinni. Það líka að skapa kannski þetta starfsumhverfi, skapa þannig menningu innanhús að fólk líði vel í vinnunni og fólk viti eins og kom fram í fyrirlestunum áðan hvað það að gera, að það sé vist í sínu starfi og auðvitað fræðsla og kennsla hluta því, endurgjöfin hluta því en ég held fyrst og fremst að þú ert með ánægt starfsfólk sem með sjálfstraust þegar að takast á við verkefni dagsins að það sé svona fyrst og fremst það sem að leiðir af sér góða þjónustu og auðvitað alls konar það að fara í alls konar hvata eins og þú nefnir með laun en ég held að fyrst og fremst sé það starfsánægjan og það að mæta í vinnu og hafa gaman að mæta í vinnu og mórallið sé góður og menningin sé kannski þannig á vinnustaðnum að ekki bara gagnvart viðskiptavinnunum heldur gagnvart hvort öðru að menningin sé þannig að það sé búið virðing og það sé fólk sé opið gagnvart ólíkum karakterum og ólíkum menningarheimum og fleira slíkt að þannig verði til góð vinnustaður og á samast tíma góð þjónustu. Frábær punktur. Ég held við opnum kannski á nokkra spurningar á sal ef það einhver áhugi fyrir slíku. Réttir einhver upp hönd aftast? Já, góðan daginn. Hvað fyrir góða kynningu? Ingið og Rikki. Komið þið sæl. Ingiður heiti ég, frá Starthostel upp á Ásbrú og þakka ykkur öllu fyrir góða framsetningar og góða fyrirlestra.
En það eitt sem svolítið áberandi og það það að öll höfum við, sérstaklega í þessu umræðefni, framúrskarandi þjónusta, þá hefur öll umræðan miðast við inn á við. Hvert fyrirtæki fyrir sig, hvað þú að gera í þínum heimi. Ég vil spyrja þá sem í panel, þessi ytri þjónusta eins og samgöngur, innviðir og annar sem náttúrulega hluti af upplifun gestsins, hvernig það af áhrif á ykkur? Og þá nefni ég sérstaklega það að almenningssamgöngur eru hérna alls ekki miðað við ferðaþjónustu, þar sem hvorki starfsfólk kemst til eða frá vinnu í vaktavinnu með almenningssamgöngum. Það nánast útilokað fyrir gesti á hótelum eða gistihúsum, gistiheimilum eða annars staðar að komast hérna í Bláa lónið nema bara á bílaleigubíl eða leigubíl sem náttúrulega dýrkostur, leigubílarnir. Það engin þjónusta frá þeim fyrirtækjum sem sjáum sightseeing-túr á Reykjavík með pick-up hér í Keflavík nema á flugstöðinni. Samgöngum milli Reykjanesbæjar og Grindavíkur til dæmis hljóta að vera stór skaðvaldur fyrir þá sem með þjónustu í Grindavík ná til kúnna á Reykjanesbæ. Allir þessi þættir sem snerta hið opinbera, sveitarfélögin, skipulag, almenningsþjónustu, almenningssamgöngur virðast alls ekki vera miðar að því að þjónusta þetta svæði eða ferðaþjónustu þess svæði eða tengja það, svo ekki sé nú minnst á þetta lífsins mál ríkisins að allir flutningar og öll þjónusta skuli miðast við að flytja alla farþega frá flugstöðinni til Reykjavíkur og frá Reykjavík í flugstöð, en að þetta svæði hér sé raunverulega einhvern gettó sem keyrt í gegnum. Takk fyrir. Já, ég kannski bara byrja að svara. Ég mjög ánægður með að fólki sem kemur hingað til Reykjanesbæjar og þessu svæði leiti að bílaleigubílum. Þeir eru náttúrulega ódýrari heldur en almenningssamgöngur oft. Ég hitti til dæmis 2 konur frá Bandaríkjunum fyrir allir ekki svona 2-3 mánuði síðan sem voru að spyrja mig já, þeir voru að veltaði fyrir sig hvar þetta komast í búð og ég hendi þeim bara upp í bíltið mín og keyrði þær út í Netto. Og í leiðinni þá voru að veltaði fyrir sig að komast til Reykjavíkur. Ég sagði við þær að það væri líklega betra bara að taka bílaleigubíl heldur en að taka leigubíl vegna þess að það getur verið með bílinn í 2 daga en leigubílinn bara aðra ferðina kostaði meira. En auðvitað þetta náttúrulega þannig að almenningssamgöngur kannski á þessu svæði og á milli svæða, Reykjanesbæjar og Grindavíkur og Reykjanesbæjar og Reykjavíkur eru ekki kannski til að hrópa húrra fyrir. Við þurfum ekki að leita lengra til Reykjavíkur, það virðist ekki vera að almenningssamgöngur þar bara innan borgarinnar séu til að hrópa húrra fyrir. Leigubílar eru á skornum skammti, en ég er svo sem ekki búinn að kynna mér þetta neitt sérstaklega og en það kannski í geira sem að þrýst svolítið á því að það sé bara jákvætt að þetta sé ekki gott. En gagnvart varandi innviðina sjálfa, þá klárlega að þar má margt betur fara og við sem til dæmis aðilar í bílalögnefnd SAF erum reglulega að benda þar til bærum stjórnvöldum á og til dæmis bara vegakerfið okkar og margt í kringum það náttúrulega alls ekki nógu gott og þannig endað þannig að partur af okkar þjónustu gagnvart viðskiptavinum í rauninni að vara viðskiptavinum við hversu slæmt vegakerfið og það kannski ekki alveg í lagi. En það á mörgum stöðum sem að hið opinbera má gera betur en alltaf ekki í því eins og mörgu öðru að peningar eru á skornum skammti og það þarf að dreifa þeim á rétta staði. Ég meina okkar rekstur með háður veðrinu, maður fylgist með veðurspánni og getur svona áallarleik sem tekjurnar þessa daga, þannig að það komu dagar að kvellirinn kom í desember, 17. desember, þetta náttúrulega var maður bara tekjulaus. En það bara spurning ég meina klálega mun þessi kvellur vonandi vera til þess að menn fara að endurskoða hlutina og bæta. En við höfum líka kvartað undan því að Reykjanesið ætti kannski að vera betur mokað með eins og Gullnirhringurinn mokaður. Þannig að nú erum við Reykjanesið orðið það sterkt. Við erum orðið það staður sem
ef allt í káli í veðri annars staðar, oft Reykjanesi svo staður sem að gætarnir geta farið með hópana og þá svo mikilvægt fyrir okkur að við séum vel opnir og flugvöllurinn og þarna Bláa lónið og allt þetta svæði þannig að við getum haldið afþreyingunni gangandi allt árið. Við ættum að vera sá aðili sem að getur boðið upp á það og ætti að vera sterkastur í því hérna á Íslandi. Já, við náttúrulega lendum alveg í því með samgöngur frá flugvellinum. Það náttúrulega ekkert í boði og leigubílar ofta neita gestum, við fáum margar sögur það. Þannig að það eitthvað svona síðan alveg eins með vaktavinnufólk og tímana, ef það ekki á bíl og starfsmenninu okkar, það eru engir möguleikar fyrir þá að koma sér til og frá vinnu eftir ákveðna einhver tíma og alls konar svolítið sem að mætti gera betur. Já, Guðjón heiti ég ætla að beina spurningunni að Sævari hvort að bílalegur eins og Blue eða aðrar bílalegur geti og geri Suðurnesjunum eitthvað herra undir höfði þegar viðskiptavinir koma. Getið þið eða beinið viðskiptavinum á þá staði, á þá þjónustu sem framúrskarandi á svæðinu að því að tilhneigingin svo að flesti fari í Reykjavík og svo þaðan, hvað getum við gert og þið eru snertiflötur mjög framalega í þjónustunni? Þetta eitthvað sem að þið eru að leggja áherslu á eða þarf að keyra á til þess að við getum dreift þessu hérna svæðið? Já, ég get rauninni sagt það fyrir okkur að við erum bara lítið sem ekkert að keyra á Suðurnesin frekar en aðra landshluta. Við erum í rauninni mjög mikið að einblína á okkur sjálf og okkar þjónustu en markaðsdeildin okkar og teymið hefur aðeins farið að víkka út sjóndeildarhringinn kannski undanfarna mánuði og ár og við erum til dæmis búin að útbúa app sem við erum að bjóða viðskiptunum okkar upp á þar sem við erum með forvarnir og alls konar upplýsingar sem hefur með okkur að gera þar sem við erum að ferðast með viðskiptunum þannig að við erum beinni tengingur við viðskiptunin í því sjáum við tækifæri til þess að vera með alls konar bæði áningarstaði og bara ferðaþjónustustaði sem við getum boðið þá viðskiptunum okkar upp á þar sem hann með eitthvað gain, fær kannski afslátt og mótið kemur bara meiri ánægja með okkar þjónustu en ég alveg klárlega væri til í að setja slíkan fund eða slíkt kannski svona átak þar sem hægt að finna leiðir fyrir okkur og fleiri fyrir fyrirtæki innan flugstöðurinnar og kannski bara svona samþættingu á því að hvernig getum við gert Suðurnesin eða Reykjanesið og kannski oft Reykjanesbæ að stað fyrir ferðamenn til þess að sækja ekki endilega bara sem út af því að þeir eru að koma og þurfa að vera í fyrstu klukkutímana eða fyrstu sólarhringinn eða síðustu klukkutímana og síðustu sólarhringinn heldur bara að skapa eitthvað umhverfi og þá þurfum við náttúrulega að vera með alvöru þjónustu og einhverja vöru sem hægt að byggja upp á og mér sýnist á öllu að þar séum við alltaf að vera betri og betri og ég held líka bara eins og það að upphefja Reykjanesið og Reykjanesskagann sé svolítið okkar sem búum á þessu svæði og erum að reka þjónustu á þessu svæði hún kom inn á það áðan að maður það er oft það sem manni næst sem maður kannski sér síst það er kannski þess vegna sem maður þolir ekki fjölskyldu sína og hún stendur mann svo nær en að klálega það er eitthvað sem við getum klálega gert betur í og höfum alls ekki staðið okkur sérstaklega í við höfum ekkert verið að beina viðskiptavinum okkar eitthvað frekar til Suðurnesi heldur en eitthvað annað við viljum rauninni einbeitum okkur aðalega að því að kynna þeim vörun okkar og kannski að sjá til þess að forvarnir og svona þetta safety hlutin sé hún sé fyllt svo að viðskiptavinir komi nú heilir heim og upplifin þeirra þar að leiðandi verið betri sko. Já, það ekki fleiri spurningar skilst mér þannig að ég vil bara þakka ykkur fyrir þessar umræður og að koma hérna og taka þátt í þessu með okkur og við vindum okkur í einn dagskrálið sem eftir Takk hérlega fyrir. Takk. Já, takk fyrir þetta
kærlega og talandi svona aðlögunarhæfni ferðaþjónustunnar á mörgu leyti. Þó að komi inn svona utanaðkomandi truflun, þá erum við ekkert að láta það stoppa okkur og förum bara í. Kæra þakkir fyrir þetta, María. Það er náttúrulega ekki leiðilegt að enda þessa dagskrá á þínu innleggi, þannig að ég vil bara þakka ykkur kærlega aftur fyrir að koma. Endilega gefa ykkur tíma til að staldra við, fá okkur smá